við vorum að klára hressan og langan þátt, Sigþór. Herri, já, þetta lengsti þátturinn okkar í þessari, þessu sísoni. Já, held ég. Og mögulega svo lengsti efer. Það Ingólfur Ásgeirsson, Ingo Ásgeirs í Störum. Við gösum við hann bara næstu í 2 tíma. Já, letum að missa að vera seinni í eitthvað matabóð og svona. Já, þetta allt eins og gerist þegar fólk fyrir að spila veiði. Það svona passjóni, sko. Hann ástríðufullu maður fyrir því sem hann að gera og virkilega gaman að spjalla við hann veiði. Og já, og það nú svona ýmislegar fréttir sem komum fram í þessum þætti netamáli í Hvíta Ölfusá og annað sem bara gleðifréttir sem betur fer af þeim vígstöðum, loksins. En við vorum með nýtíðakvöld síðustu viku. Já, takk fyrir allir sem mættu. Það var bara... Já, bara frábær mæting og bara ógeðslega gaman. Já, þetta líka bara svo þægilegt að þetta bara mæta og nýta og býta á efni og öngla og pælingar, sko. Já, sjá aðra nýta. Þú veist, nýtingar í eðli sínu svona svolítið lonely sport, sko. Já. En alltaf gaman maður, svona færa að hitta mennina og konunnar. En það var eitt skemmtilegt sem það mætti þarna par. Mikill flugnýttari og stórvinur okkar, hann Jói. Og hún mætti með honum kærist hans bara til að taka í hendina á okkur. Já. Því að hún var svo þakklátt fyrir nálamátturinn sem hann hafði keypt sér í Eyrberg. Nú var það út af því? Já. Hann hafði hlustað á þáttinn, farið upp í Eyrberg, keypt sér nálamáttu fyrir vöðvabólgunni eftir nýtingarnar. Hún fullyrðir að hann sé hættur að hrjóta. Það svoleiðis. Selju það ekki dýrara. Nei, þetta búið að hjálpa mér mikið þessi móta, sko. Já, þetta náttúrulega algjör snild, en hún bara mættir Óli Kokk bara til að fá að taka í hendina á okkur. Ég meina, ef þetta rétt, þá þetta breytir lífi, sko. Þetta breytir lífi, jó, en fyrst og fremst kærasturinn hans. Akkurat, já. Þannig að þetta, þú veist, við erum í þessu fyrir þetta. Já, nákvæmlega. En svo náttúrulega bara rúm vika í veðutímbilið. Eða þegar þessi þáttu kemur út vika eða ekki. Jú, ég var líka að heyra að Þingvallavatn allavega eitthvað svæði opna 1. apríl. Geggjað. Þannig að ég orðinn ennþá meira spenntur og þannig að við vita það allt í snjú úti, sko. Já, og hvað það maður að gera áður maður byrja að veiða? Herru, ég bara mæli með að fara að kaupa glænýja spólur að kitni og taumum og pælingum. Já, það þarf að renna við niður í veiðifélag og fylla á það sem þarf að fylla og skipta út gömlu taumunum og svona. Já, sérstaklega áður fyrir Þingvallavatn. Já, vilt að þetta sterkt því að þeir slíta allt hana. Já, einhver gömul nælonrúlla sem er búin að liggja hún í tösku rök í alla vetur. Já. Þú ert ekki verið að treysta á hana. Búin að vera í sólinni senasta sumar. Já, svo það er náttúrulega... Nýtti betra. Já, og þú veist sílskinn og allt þetta dót. Bara fara vel yfir græðurnar og ef ykkur vantar eitthvað þá taliði við Gunna og Dotta í veiðifélaginu. En Ingo Ásgeirs, við viljum ekki hafa þetta lengra, þetta langt viðtal, þannig að bara njótið. Ingo, velkomin í Hylinn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Heyrðu, við erum að kræki í rassinaður rétt á að nú ferð af landi brott til þess að vinna úr flugmaður. Og þú er búin að standa í stórræðum. Það var Iceland Wildlife Fund sem að standi þennar var með dinner á 5. Hvernig gekk? Það var reyndar á 1. og á 1. fyrir ekki. Við erum náttúrulega afskaplega fegin að hafa náð að koma þessu heim og saman því að við reyndum í COVID, við reyndum í haust, við reyndum í janúar og febrúar og svo loksins opnaðist Glufa og við gátum bóka Galambíó síðasta föstudag og náttúrulega mikið í gangi helgina, það var göss. Já, það var stór helgi. Já, margir á skíðum og þannig að margir á okkur svona föstu kúnum voru svona kannski fjarri góðu gamni en þráttur í það náðum við að fylla Galambíó, voru með 155 gesti, 21 vinning og þetta var bara að mínum dóma okkar besta kvöld. Frábært. Og gekk virkilega vel. Kannski bara fólk farið að hlaka til búið að bíða í næstu 3 ár síðan síðast eða 2 ár. Já, líka bara svo gott að finna hennar stuðning við málstæðin því að það er ekki sjálfgefið að fylla sko íslensku óperuna af fólki sem vil standa með náttúru Íslands og vilda lagsunum og umhverfinu og en það seldist upp bara á svipstundu. Frábært. En svona fyrir þá sem að vita ekki alveg hvað Iceland Wildlife Fund er. Við erum nú komið inn á það í þættinum okkar með Ingu Lind og fleirum. Hvað eru það að berjast fyrir? Hvað snýst þetta? Sko upphafið að Wildlife Fund. Þetta byrjan að bræðan ég var í bíltúr bara í Laugarneskverfinu ekkert kvöldið og það mikið hugsa yfir þessu var svona að byrja að átta með þessu því að
í fyrstu skildi ég bara í raun og veru ekki hvað þetta þýddi með concessions, þar að segja leyfi í fjörðum. Já, fyrir varseldið þá. Svo var maður átt að svo því hvað þetta snerist að menn voru að helga sér svæði, ná sér í leyfi og byrja að kvíja eldi. Og ég spjallaði mikið við Orra á þessum árum. Orra Vigfússon. Blessuð sé minning hans og hann var norðan mjög veikur þá sko. En hann barðist öturlega, en náttúrulega þá að veikum mætti við þetta ofurefli sem að þessir erlendu norsku kvíaðalir eru. Og þá svona fekk ég bara hugmynd akkur við erum að upplýsa almenningum hvað þetta er. Ég skil þetta ekki sjálfur. Ég fatt ekki hvernig þessar leyfisveitingar ganga fyrir sig. En það var eitthvað bogið við þetta. Og ég fór að spjallaði við Yngva Óttars og Óttar og þessi aðalar sem voru inn í þessu Ari Vendel og fleiri sem voru þá svona leiða baráttuna með Orra. Og við fengum þá hugmynd að reyna að gera kvikmynd bara til þess að upplýsa almenning og bara okkur sjálfum bæði fyrst og næst að reyna að læra sögun í Noregi, í Skotlandi, Írlandi og Chile. Og hér, fyrir bylgjur. Já, og fyrir bylgjur og ég hringi Árnóla bróðir og sagði Árnóla, getum við gert bíómynd, heimildamynd? Og það sagði bara einhvað, ég hef ekki tími þá. Það var hann að skjóta okkur að mynda út í Pólandi, sko. Og ég sagði, þetta er eitthvað í hug. Hann sagði, okkur heyrður ekki Þorstein Jóð? Svo við fyrir að fundi á Þorstein Jóð og hann tekur hugmyndinni fagnandi og svo þurftum náttúrulega þetta búa til budget og hann að finna eitthvað flöt á því hvernig svona ævindir er þetta fínanserað. En með hjálp margra góðra aðala þá var það gert og Þorstein framleiðir þessa mynd. Og þannig svona sjóðurinn spratt upp úr þessari kvikmynd Þorsteins. Þetta er þá á móti straumnum. Á móti straumnum. Og til þess að hafa þetta alls saman, setja þetta upp með þeim hættir sem að svona samtök að vera, þá eru stofnuð þessi samtök sem eru, þetta er sjálfseignarstofnun frá lögum frá 88. Þannig að þetta er svona non-profit organization. Nú, ég var mjög ánægð með myndina og okkur tókst með hjálp margra góðra manna og aðala og stuðningsaðala að fínanserja myndina, fengum með enga opinbera styrki. Nei, þetta var allt fínanserjað af meira og minna bara fólki sem vildi styðja þessar framkvæmd. Og svo þegar að svo var nú smá styrum það komin inn á RÚV og RÚV tók hann í sýningu og ég man næsta morgun þá var fiskeldisblaðið borið í held í öll hús í Reykjavík. Já, þetta hristi vel upp í hlutunum sko sem var nú tilgangurinn og en síðan þá náttúrulega bara hvað gerir svo? Ég veit, þeir eru konu með hann þessa umgjörð sem var til þess að framleiða þessa kvikmynd og þá komum bara við erum búin að stofna stjórn, mjög gott fólk þar, Freyr Frosta formaður og öflugur stjórnarmenn og næsta skrif var að leita upp einhvern aðila sem væri tilbúin að leiða þar að segja fjölmiðlabaráttuna bæði á samfélagsmiðlum og náttúrulega bara í útvarpi og sjónvarpi og þá bara reykur þessi fáið þennan frábæra mann til þessu okkar Jón Kaldal. Já. Líka, hann er ekki veiðmaður. Hann er ekki veiðmaður. Það er gott í því líka. Þorsteinn er náttúrulega bara sannu náttúrunandi og þetta var náttúrulega bara mjög ég menn ekki gæfa fyrir okkur að fá hann með okkur í lið og við byrjum nú svona frekar smátt sko náttúrulega ekki til mikil peningur til þess að reka svona baráttu og þá kveiknaði hugmyndina því að byrja með fjáröflunarkvöldin og þá spjölluðu við nokkað Jón Mýrdal í messanum og hann var heldur búið til í að styðja þetta og stemmingsmaður og laðið til messan og svo fórum við í stjórnina að leggja ráðum með það hvernig við ættum að setja þetta upp og ég spjallaði vel alla legutaka landsins og það var allir tilbúin að leggja til bara veiðileyfi og leggja setja mörkum og Óli Jónsson og fleiri góður lögðu til kjötið í dinnerinn og þannig að þetta var bara svona frábært svona grasróta starf og það vildu allir koma að þessu og þarna bara svona var til farvegur fyrir eða það mörgu aðla sem vildu leggja eitthvað að mörkum en vissi ekki alveg með hvaða hættir þetta að gera þetta þannig svona verður þetta bara til. Líka jafnvel bara menn sem eru svona dagstælega eiga heiti í samkeppni þó að það þekkist nú allir í þessum bransa þá geta allir verið saman um þetta. Þarna snúa bara bræður bökum saman sko. Ég veit. Það er bara þannig. Já, þetta maður verður oft svolítið þunguð þegar maður fer að hugsa um þessi mál því að eins og segir, þú veist, það er
ofurefli, það mikill lobbyismi og endalaust af peningum sem verið að berjast á móti í þessum þetta bara Davíð og Góliat í raun og veru sko. En það ágætt að en svo við útskýrum aðeins fyrir þeim sem horfa á hana þátt og að sé hún að verði fjölmargir og ég veit að þetta flott í okkur að gera þetta. Takk fyrir það. Sko síðustu leyfi sem voru búin upp í Noregi það er komin 1,3 milljónir tonna í norska firði. Þetta er náttúrulega sturla magn. Þetta er bara tölur sem að maður er ekkert utanum. Nei, hún er ekkert utanum. Þannig að þú veist, það er hvergi pláslengur og síðan faraði til Skotland, svo faraði til Írland, svo faraði til Chile. Og ég veit ekki hvað þið munið til bóksing hérna An Economic Hitman, en þetta eru Environmental Hitman. Já. Þessi menn eru búin að mastera þennan leik að koma sér fyrir löndum með loforðum störf og blóm í haga og allir fá frítt í sund og allir fá frítt í það verður byggt í íþróttahús og ég var nú síðast á Seyðisfirði þá hlustaði maður á ræðuna hjá Jens Garðar og Kó í fiskeldi Austfirði og en allavega það voru boðin upp 35.000 tonna fyrir 30.000 í Noregi fyrir bara einhverju mánuðin síðan og tonnið fór á 3,5 milljón og við leikum okkur að þessum tölum að við tökum bara Seyðisfjörð sem dæmi að það eru 35 miljardar fyrir eitt svona fjörð og það hefur náttúrulega bara skapast gullgrafaræði að helga sér þessi svæði og svo er þetta bara selt í jafnóðum inn í kaupöllunni í Noregi, kannski ekki fyrir þessa peninga en þetta hleypur á miljardum eins og við vitum. Einmitt. Já, það er einhverju Íslendingar sem svona sjálfsagt til sín selja á bönir og svo er einhverju normenn. Þetta heitir náttúrulega bara taka snúninga. Það er bara það sem við það er náttúrulega þannig. Ég meina, ef við bara horfum á það blatantly, þá er þetta náttúrulega einhver tilfinningapólitík á Vestfjörðum, til dæmis með störf og annað. Og ég get alveg skilið það minna. Ég skil það mjög vel. Þetta eru þetta brotna byggðir sem hafa gengið hér ýmislegt og svona. En þetta er ekki leiðin í framtíðina fyrir þessi byggðarlög, því að þetta er svolítið eins og pissi skóan sinn, það kemur ju vissulega einhver uppbyggingi í upphafi. En ef við lítum á lásuðu bókunum Kirsti Steinvik undir yfirborðinu. Nei, þú gafst mér hann í sumar, ég hef eftir að leggjast yfir hana. Já, hún er alveg frábær og hún lýsir þessu mjög upplýsandi. Þannig að þegar eldi byrjar í Noregi, þá voru 40.000 tonn og 4.000 störf. Nú er 1,3 milljónir tonna og störfin eru 7.000. Já, einmitt. Þetta eru automated feeding systems. Við sjáum garnettin koma hingað. Já, slátrunarskipið. Men þetta verður bara eins og í gamla dag í frystihúsunum. Svo koma bara fyrsti togarar. Þetta er bara nákvæmlega copy-paste. Menn vilja koma þessu onni í þessa firði og þessu er pakkað inn í eitthvað svona gjafumbúðir að þetta er nú að leysa vandamál allra. Eitthvað sem er þetta kúka onni í stjórnmálamenn og lokalinn? Já, ég meina stjórnmálamenn elskar náttúrulega ekkert meira heldur en að geta komið inn í sitt kjördæmi og lofa störfum og blóm í haga og kannski þetta skemmri tíma kemur ykkur uppbyggingur sem ekkert vera kannski gera lítið úr því. En samkvæmt Salmon Business og öllum þessum aðilum sem eru bara að rýna í þennan bransa frá degi til dags að þá spá með því að það séu svona 5-7 ári það að lokuðu kerfin taki við hringrásakerfin, djúpsjávareldi þannig að eins og Nonni Kaldal segir oft mig þetta er svona eins og ætla að vera að stofna kótaekvæðsmiðu og búið að finna upp snjallsíman þannig að þetta er náttúrulega ekki alveg. Og það sem gerist þá er náttúrulega þessi fiskur úr opnu kvíunum, hann fær ekki þessar vottanir til þess að seljast fyrir hæsta verð og annað og endur á lélri mörkuðum. Já, líka það sem ég segja bara, þessi fjármarkaðir sem við náttúrulega erum klálega á, að þeir eru þeir fyrstu til þess að detta út. Já, það er mikil afföll, dýrara og allt það, við erum langt frá mörkuðum, eins og segir. Þannig að við lítum að vörumerki í Íslands, eins og Siggi Guðjóns sagði í myndin okkar, það er myndin hans Þorsteins, að vörumerki í Íslandi er virkilega dýrmætt vörumerki. Og það er ekkert íslenskt þennan lax, þetta er norskur lax. Hann borðar erlent fóður og er seldur undir merkjum Íslands. Þetta er náttúrulega ekkert annað en bara vörusvik, sko. Þetta er það. Við sjáum hvað er að gerast núna, eða bara fiskeldi yfir höfuð og bara gera það rétt. Nú er Samherji farið með 40.000 tonn á Suðurland, Stoðið núna með 40.000 tonn. Já, verið að stækka í Öxarfirði. Já, Bleikjan er frábær. Við höfum bara að gera þetta rétt. Og við getum verið fyrsta landið til þess að gera þetta. Og náttúrulega ástæðan fyrir myndinni var svo. Men ef ekki bara læra mistökum annara. Normin vissum ekki hvað var að gerast í upphafi. Það er búið að skrifa þessa sögu, hún liggur bara fyrir.
En þú veist, ástæðan fyrir að þeir koma hérna lítur náttúrulega að vera svo að leyfinu er svo dýr. Það eru afföll hérna á svona ófyrirsjáanleiki í rekstrinum gagnvart veðri og aðstæðum og svona. En það er svo mikið skortur á regluverki. Þú veist, þeir geta mætt hérna og fengið þetta bara á slikk og ekki neitt. Við vorum bara tekin í bólunum með þetta. Það er eiginlega svolítið bara svoleiðis. Við vorum bara tekin í bólunum með þetta. Þeir eru ekkert hérna að koma hérna út því að þeim langar að bjarga Vestfjörðum eða Austfjörðum. Það sjálfsögðu ekki. Þetta er bara fyrirtæki í Kaupöll. Ég meni, þetta er 98% í eigu Norðmanna. Og hvað ætli verið svo eftir á Íslandi? Það er nokkri einstaklingar sem hafa náð að taka snúning á þessum svo sagðir. Ég meina, þetta eru bara þessi móðufélög sem að taka allt í sín, menna þetta eru náttúrulega bara en þeir lána sjálfum sér peninga, brunnbátarnir koma utan. Þeir geta bara stilt bókaldið af eins og þeir vilja. Skort fjármagnað. Menna Arnarlax hefur aldrei borgað skatt á Íslandi. Nei, það hækka bara verið á fóðrunu eða það er eitthvað ágangur. Það er bara þannig, já. Þetta er náttúrulega bara leikur sem er þekktur. Meina Starbucks hefur gert þetta. Þetta er þessi leikir eru leiknur Google og þessi stórfyrirtæki. Þannig að við eigum, sko, ef við förum að hugsa þetta, við sem sjálfstæð þjóð. Menna við förum í, hvað förum við, 12 mílur, svo förum við 50, svo förum við 100 og svo í 200 á lýðveldistímanum. Og nú ætlum við 2022 að fara að gefa Norðmönnum fyrir okkar og verða bara eitthvað norsk nýlenda. Það er ágætt. Þetta er náttúrulega algjörlega galið, sko. Þetta er bara sama kynverðarnir eru að gera í Afríku, þeir eru bara komin og já, það skorta regluverki og sölsundis auðlindir, þannig að meina, eigum við Ísland að vera þar? Ég segi bara nei við því. Sammála því. Því að það er hægt að gera þetta rétt og það er tæknin til staðar og það er búið að sína þá og meiri sé að fagaðarlega staðfesta það. Stoðir og Samherji var ekki að fara hér í 20 milljarða fjárfestingu í landeldi, það ástæðuleysu. Nei, það er... En vita framtíðin er þar. Já, algjörlega. Ég hef ekkert að móti laxeldi eða á móti mataraframleiðslu yfir höfuð en þetta er bara svona svolítið eins og ég meina, þetta er kjúklingarækt. Viltu verið í KFC og einhverju svona búrkjúklingum og hérna þú veist, í svona vondri framleiðslu, sko. Eða viltu staðsetja þig hinum meginn á spektruminu og bara gera þetta sem maður. Land reynt að staðsetja okkur hinum meginn bæði með okkar sjávarafurðir og svo sem fara. Þar eigum við bara að vera. Já, þetta bara vonandi... Við erum að búa til góða vöru og selja hana dýruverði og gera það þess að það valdi umhverfinu og náttúrunum skaða. Algjörlega. Við eigum bara að varða sögun í þessu máli. Við getum verið fyrsta landið sem gerir þetta rétt. Og við getum líka svona, þú veist, staðið með laxerum okkar. Það sjálfsögðu. Það er nóg sem að stæðir á honum. Og svo máttu ekki gleyma það líka. Svo er náttúrulega að tala um urrið að tala um bleikjuna, sjóbirtingin, rækjuna í botni fjarðana og þorskin. Það er búið að eyðileggja alla ferðin í Noregi. Það finnst ekki rækja þar eða þorskur. Það voru, sko, fyrir ekki svo lengur síðan var bara stórið innaðir í Írlandi að sem sagt ferðamenn voru að ferðast þangað til þess að veða sjóbirting. Þetta var fyrsta sem hvarf. Þetta er fiskur sem lifir við strendurnar. Þetta er þessi, hvernig allir horfa á þessa mynd, Loch Maree, þetta fræga svæði. Þetta var bara svona dead man's shoes. 20 bátar útilokað að koma á stað. Já. Fyrir 5 ára síðan þá var einn leiðsögumaður með einn bát og svona af og til. Já, þetta er bara mjög gott dæmi, dæmin eru svo fjölmörg. En að þér sem veiðimanningu, nú þekkja nörgulega margir sem eru að hlusta á okkur, pappaðinn og allt það, en þetta er miklu lengri saga hjá ykkar, hjá þinni fjölskyldu þessi veiki, þessi laxa síki. Ég var alltaf svo bara ljónheppin að fæðast inn í þessa brjáluðu veiðifamilíu, en þetta semst byrjar hjá langaða mín. Hann var fyrsti veiðurinn í allanum, Gunnlaugur Pétursson. Já, veistu hvernig þetta er í tíma, svona cirka? Þetta er svona cirka bát 1910-15. Já. Og þá er Breti með ánálegu og hann, ég er að muna hvað hann hét, sko. Það kemur kannski að þér og þá bara komið eins og þið kannski þekkið myndinu í bókunum sem eina falur hefur verið að gefa út eins og kolonel, hvað hét hann og Stewart. Stewart. Legði bara ána allt sumarið og þannig byrjar þetta í tengslu við það. Þannig að hann er veiðivörður og verður svo alltaf veiða áhuga maður og svo var það langafi Ásgeir G. Gunnlaugsson og svo afi Ingólfur Árnason og svo pappi Ásgeir og svo ég
og núna Styrmir sonur minn, þannig Já, að þetta er búið að vera bara í blóðinu núna Þetta er bara 6 kynslóðir. Styrmir í 7. kynslóð, já. Þetta er öll sko flug eða svona öll stanguði saga Íslands að einhver leiti. Það eru kannski einhver 20 ár hérna á undan sem á að byrja eða Já, má ég segja það, já. Þetta er þessi magnaði, beinan karlleik. Já, nánast fyrir utan hérna afa og hérna en hérna já, þetta er bara, maður var náttúrulega bara mjög heppinn að fæðast inn í þetta og ég Manstu eitthvað eftir öðruvísi sem bara með viðstöng eða var þetta bara alltaf sko, eiginlega bara ekki sko, hérna þetta var náttúrulega aðri tímar og á þessum árum með pabbi fréttamaður í sjónvarpinu og fyrir þá sem eru jafngamlir og ég sko og eldri að þá muna menna að vera ekkert sjónvarp á 50 dögum Já. Og gamli var mjög heppinn með dráttun upp í stangu og hann dró alltaf 50 daga sko. Það var alltaf allir gamlu góði heppnir upp í stangu og rosa heppinn, þannig að við áttum 50 dag í viku í Elliðan. Allt sumarið? Já, það er ekki halvu dagur sko. Nei, heill dagur. Það er bara alla 50 daga, allt sumarið. Þannig að hérna, og þetta er náttúrulega bara ótrúlega að geta, þú veist, að verið þarna, minna áum að sneisa fulla lagsi, minna. Það voru að ganga hérna 6, 7, 8 árs lagsar. Jésús. Og þarna bara lærði maður að veða á flugu og hérna pjakkur og hérna síðan hérna er pabbi með sko bílsvellið á leigu í Sogi með 2 öðrum aðlum og hérna þannig að það voru, helgarna voru þar og svo fekk maður að koma með upp í norður á svona átil sko. Já. Svona upp á 70 sko. Þannig að þú bara, einmitt, bara maður alltaf bara heitlað sko, ég hef vel ekki hugsað neitt annað lags í halvu öld sko. Nei, þú hefur bara verið fanatískur bara allan tíð. Allan tíð sko, já, þetta hefur bara verið eina sem hefur komist að, má vel að segja sko. Og hérna, svo náttúrulega, þú veist, ferðu bara strax að gæta þér að koma bílpróf og þessi klassíska saga. Það var náttúrulega ekki auðvelt að komast í gætir í þá, náttúrulega var þetta voru náttúrulega ekki, þetta var ekki eins og... Það var ekki eins margir dagar. Já, svona ekki orðin eins, svona established, svona, við getum kallað þetta business eins og þetta er í dag sko. Nei, þetta var aðeins öðruvísi módel, það var líka verðin, þú veist, og allt það ferðalög erfiðari og þú veist, það var ekkert óeðlilegt á þessum tíma að bara, þú veist, eitthvað sem vann heiðarlega vinnu geti bara splæst á sig einum túr í norður og einum í miðferðar á svona sumri. Það var bara þannig, menna, það var allir efna á að veiða og hérna svona, allavega svona eitthvað hlutasumars. Já, gátur... En þetta var svona gullöld þessari amerísku veiðimanna. Já, einmitt. Þannig að þeir koma að henga fyrir sko, pabbi var einmitt með þegar að sko Grímsarhúsið byggt, þá var hann framkvæmdastjóri í Stango. Og þá koma hann einn Líf Wolf, Ernie Sweepert sem teknaði húsið, John Conliffe hjá May Travel sem að var svona kompani eins og Frontier sko, sem Mike stofnaði það 69 sko. Þannig að þetta er svona það leiti sko. Og hérna, og þá er Palli Polaris og Palli og hérna Páll G. Jónsson og pabbi voru góð vinnir. Já. Og hérna, þetta er sem sumarið, 96. Og hérna, þá býður Páll með vinn upp í Kjós. 86 ekki? 86. Og hérna var hann náttúrulega unnið í lotteri í lífsins sko. Já, það er náttúrulega aðalkreðsan í Kjósinu á þessum árum. Ég var svo spenntur fyrir fyrsta gætidaginn, ég fór andvaka upp eftir sko. Ég átti ekki bíl og hérna mamma átti galan Datsun. Já. Ég fekk hann lánaðan. Ég man ég kom upp í Kjósi, ég kom mjög tímalega sko. Það fyrsta Amerikanahollið held ég bara svona í loki júní og ég hef aldrei séð ána. Ok, ekki ideal kannski? Ekki alveg ideal og hérna ég ekki við veiðhús og náttúrulega mjög svona, þú veist auðvitað óörugum með mig eins og ekki verið að skilja. Ég hef búin að veiða mikið, ég sem myndi alveg ráða við þetta sko. Bara þú fyndir veginn sko. Þá hitti ég mann sem er ennþá mjög góð vinn minn í dag í fyrsta sinn sem er Óli Helgi sem hann þá veiðivörður og hérna. Já. Það voru við þarna 4, það var ég og náttúrulega langengstur í 19 ára Kalli Björns, Jón Inga Pálsson sem var svona Palla og Óli og hérna það hafði losnaðan stuð og það var eitthvað sem hafði hætt og var sérst búin að klára háskólan og farin að vinna eða eitthvað þannig. Og ég fer upp í bugðu með Amerikana og ég man þetta var ekkert mjög skemmtilegu maður, hann var svona, veist, hann fatti andla strax saman með sko, með rúki inn í húnum sko. Stuttastráðið sko. Og ég keiri hérna upp yfir og rati upp að með það satni. Óli sagði þú bara kemur hérna áni og hérna byrjaði bara í fossinu. Og það var mikið vatn, það var júní sko. Og ég kem að þessari brú og það voru 2 ár. Já, einmitt. Og ég sagði, shit maður, hvor ána á ég að velja? Það er hérna einhver lækur sem að verður nú bara á eða gott vatn. Já,
Það rennur hann í gegnum eitthvað sumbústað. Þetta fjall með mér, ég rataði rétt á sko. Já, ok. En þetta var nú ekkit glæsilegt svona upp á maður, svona ratum ána og svona. En svo, já, sko það sumar var ég bara í einhverja 6 eða 7 vikur. Já, ok. Þú bara er skilin eftir þetta þá? Ég hef bara sóttur í ágúst. Já, frábært. En þetta er fyrsta árið. Og þetta leitir að verða breytingar í Hafnarfjarðará. Og eignarhaldið að breytast á Hafnarfjarðará. Og þá kaupir Páll G. Jónsson helmingin í ánni. Og þannig næsta ár þá 87 þá förum við allir yfir í höfuna. Og þar ég gæti 87 og 88 fyrsta árið hans átna í Kjósinni. Já, horfir á það bara svona fjarlæg. Þannig náttúrulega Hafnarfjarðará allt önnur á en við þekkjum í dag. Já, og svona 600 lags á. Já, 400-600 lags á. Það var ekkert sterkar en það. Nei. En auðvitað algjör ævintýra heimur sko. Já, þetta er ótrúlega fallið þarna. Og þetta var náttúrulega veitt, þetta voru svona aðilar sem kom í viku 10 daga og það var farið úr klukkan 10 þannig. Menn tóku 1-2 laxa og svo voru bara þessi gestir hafa það hugulegt og þetta var náttúrulega þetta var svona hægjendlið auðvitað sko. Já. Og þessu gefur að skilja og og svo 89 sko þá ég þekkti Árna ekkert að hann byrjaði með Kjósuna. Þá vissi Árna að ég hefði verið í Kjósuna og þannig ég að kenna flug. Já. Alltaf læra flugið og ég var ekkert mjög góð flugkennari því ég var aldrei available á sömurinn sko. Nei, alltaf bara. Sem náttúrulega eina sísona sem ætti að kenna flug á Íslandi sko. Já, þetta. Þannig Árni bauð mig vinnu upp í Kjós og þar var ég bara sleiturust í 10 ár. Já. En alltaf svona meir og meir upp í Norður sem hún alltaf tósaði mikið í mig sko. Ég elskaði Norður sko. Ég tengiði rosa mikið við Norður það er örugglega þessi sporðakasta þáttur líka. Nei sko, þetta var bara þannig, við veitum alltaf Norður og ég og pabbi saman. Og vorum alltaf að veiða sumudagana 9. til 12. júlí. Þannig að það var svona stóri túrin á sumrinu sko. Og það kostaði alveg penning þá líka sko, þetta var alltaf prime time sko. Þannig maður tók kannski júni í Norðuráni og svo júlitúrin í Norðurá og svo fórum við bara gæta þetta á haustin, þú veist, með Árna og tókum eitthvað svona hálfsmánaði geði ekki fyrir austan sko. Já, var náttúrulega ekki Hafralónsá og eitthvað svona, þú veist. Það var ekki þarna að vera í gæta bara fram í miðjan september sko. Það voru sér útlíkavíkur. Nei, svo kvarnaði það eins upp úr svona þessum amerikana tíma þá sko. Byrjaði svona þess að breytast og svona og Fóru ekki líka, þú veist, þessi sjóveiði að koma inn fyrir þá, þú veist, Mexíkó, Bahamas, Florida og svona. Jú, líka ég held bara svona þessi kynslu sem kemur inn með þessum fyrstu Amerikunum upp úr 70 þeir eru bara fullóttir hana og það var ekki svona proper endin í þessum hópen meira Bretum að koma inn og auðvitað útlendingar þjóðverðarsvíslendingar og allt þetta og alltaf mikið að Bretum Árni var náttúrulega hörku sölumæður og hann var þétt bókuð náttúrulega og alltaf fullselt og náttúrulega veiðtölunar bara geðvikar á þessum árum alltaf miklu meiri lags enn í dag sko. Já. En Norðurland tósaði mikið í mig og þannig að svo náttúrulega var maður með hennar draum eins og allir ungi veiðimenn kannski ekki tengt með norður legutaki þannig að ég fekk náttúrulega hugmynd sem var nú kannski fjall nú ekki alltaf góða í jarfi 1900, hvað var það? 96 sko að þá hefðu við ég þekkti Pétur Kaupmann mjög vel og hann bjóði á hotninu fyrir hann ég ólst upp á Skólaverstíg og Pétur var með búðina sín á hotninu Þetta er Pétur Pétursson Péturs, já með þekkja Vastalssoni já og ég alltaf að spjallaði Pétur og hann keypti að manni lagsi mér alltaf var alltaf með fullt skotta lagsi sko eitt verið að sleppa mikið þá sko og ég sagði Pétur ef það lost hann með ykkur áhært ekki því hann var að vinna þá með frakka sem myndi Gísja Fróa sem var þá mjög stór í Hofsáni og Pétur var alveg til að skoða það og svo fæði nú þá flugu í höfuð kannski bara bjóði í Norðurá það var nú ekki mikið til að vinsælda og ég myndi nú kannski ekki gera það í dag en maður var náttúrulega ungur og kvatis og lét bara vaða það og stendur nú í lögum Stangveiðifélagsins að ef félagsmennur uppsýsraði því að bjóða á móti félaginu og þeim sagt úr það eru reknir úr félaginu sko en mér var nú ekkert vísað félaginu en úr var það þetta tilbúið vakti vissulega eftirtekt og þetta voru stjórnamenn ekkert ánægði með þetta eðlilega og
Var þetta, þú veist, stóð þetta tæft? Voru það alveg svona að hreyfa við verðinu? Nei, þetta var svona ef ekki að segja, maður var ungur og kvatvís og með stóra drauma sko, hérna og akkur ekki þú mátt alveg bjóða já, menna, og hérna en hérna, kannski það svona betra að taka svona aðeins minna skref sko, en þetta var nú allt fyrirkífu, þetta er nú allt góð vinir í dag og hérna, þetta er nú bara svona skemmtileg saga núna sko, 30 árum setna. Þetta var blaðamál og svona? Já, þetta var smá hasar og svona hristaðis upp í hlutunum og hérna en úr var þá að hérna að Pétur fær símtal frá Magnús og Sveinstöð og Pétur hringir í mig og segir Pétur hérna sagði Ingo hérna er það verið að bjóða ykkur hérna norður í Vastal og fund og þetta er 97 og úrverður að Pétur og Gísja frá að taka Vastalsálegu og ég var svona kampmanager og hérna Pétur hafði verið mikið í Silungu og þetta gímið svolítið að kunnum og hérna þannig við byrjum hérna þá 98 frekarinn, 98 já, í Vastalum og okkur tókst að selja hann upp og Perry Bass og allir þessi svona legendir í kunnum helt áfram og þar kynnist maður Heimi Barða og Bjössi var alltaf komin hérna inn og hérna Holli og allir þessi snillingar og hérna þar eru 2 sumur 98 og 99 og þá er ég ráðan sem flugmaður hjá Atlanta þannig að þá er þetta ævintýri svona bara búið og ég þakkaði bara fyrir mig og hérna við þekkjum nú söguna, Pétur var hérna og stóð vaktina með príði í 20 ára og nú er Bjössi og listar af og Stulli já, búin að hérna stýra þessu þetta er svona nokkur deginn á sömu höndum síðan 98 þetta er bara sama teimið sko já, og hérna en svo vildi ég nú ekki sleppa hendin af hérna lagsveiði heiminu þótt ég byrjaði að fljúga nei, náttúrulega heil sjúkur, þetta er ekki eitthvað sem þú velur sko ég náttúrulega draumur að taka álega var ekkit farin sko nei. Og hérna og þarna var ég með bara góðan vinn sem ég hafði kynst í gernum Frontiers sem heitir Mark Carnegie sem að veit alltaf 10 á ári og ég bara sá veiðinans og ég talaði Pétur og hérna það fyrst með hann í Norðurónaðis og sagði Pétur hérna ég vissi að Bassvikan hefði losnað 27. júli Bass er þessi fræga fjölskylda frá Texas já. Sem að flög hérna á einhverjum alltaf og vakti mikla athygli þetta voru bara tycoon sko já. Þetta er American Royalty það er bara þannig þeir komið hérna á 3 Gulfstream þóttum og með Kurgata og bara töffarar þetta voru töffarar og ég gætaði Bassi nokkur ár sko mjög interessant kalla, var hann mjög fullorinn annars sko og helviti skaphundur sko og góðu veðmar og hérna, það var gaman að fá að kynast honum en allavega svo við snúum söguna Carnegie þá hérna, svo náttúrulega bara Bass orðið fullorinn og hættur að koma og ég hringi Pétur og sagði hérna er þá í Norðurónu með Carnegie og hérna ég sagði ég fréttaði hérna að Bassvikan var að losna er séðans að kaupa hann hefur Pétur og hann sagði nei, nú ekki vissum það en ég sagði hvað við kaupum 2 ár fyrirfram á meina það, ég vissi að hann var að stækka húsi þannig ég er náttúrulega bara að gera Pétur gott boð þannig við brunnum norður bara úr Norðurunni og Mark og hérna úrverður að Mark festi sér þessari viku og þannig voru næstu ár þá tók hann alltaf sko þessa 7 daga hjá Pétri og svo vorum við með ásanni 3-4 daga eða þú veist, eitthvað aðra á svarta eða eitthvað og þannig var maður inn í bransanum og hérna auðvitað bara fyrst og fyrst að fljúa en gætaði þá þarna þessar 2 vikur og veitir svo og hérna það var nú ekkert mikið um hérna áramarkanum þá en ég hugsaði það er bara býð og sjá kannski fellur eitthvað með manni einhvern tíma en það fjall nú líka aðeins með þér og Hilmari Hansinni veðurfræðingar ég man eftir að hafa verið upp í stang og kynningu hjá okkur það er svona þið voruð að lýsa náttúrulega með bara stórfenglega lýsingar á lagsveiðum í Rússlandi og þetta er akkurat á þessum tíma að það er búið að engaveða bankana og það er bara bullandi stemming partíð var í botni þið voruð hérna svona orðnir ykkur svona sölufulltrúar hérna Frontiers fyrir þessi svæði þetta lítur að vera svolítið ævintýri já, menna, það var bara þú veist veiðilegun alltaf bara þú veist, það var allt meira meina selt og allir búin að og svona komið svona kannski ævintýri að þrá í fólk þannig að við fengum bara þá hugmynda ég heyrði í Tarquin og sagði hérna er séns að fá einhver hol í Ponoi eða Jokanga jú, og hann hafði kannski ekki mikla trú á þessi fyrstu en svo hérna var þetta bara úr að ég held að þeir hefði verið teknar eitthvað 3 vikur og ég fór nú aldrei í þessa ferði sko en þetta voru vist mjög skemmtilegar og ævintýrlega ríkar ferðir skilst mér sko þetta var á tímabili sko var maður bara annarkur kunnur var
nýlendur frá Rússlandi sko. Já. Saman hvort að kunna veiða eða ekki, hversu alls konar basli sko, eitthvað fólk sem að Þetta er náttúrulega töff svæði sko. Fólk vandi að vera bara í eitthvað staður upp í þvera og eitthvað rúnda með gætinum og hérna skildi og svo koma bara alveg morskít og héti en líka Þú ert bara að koma til Múrmansk og svo bara inn í MU-8 helikopter inn í auðnina sko. Í Mosquito Heaven sko. Þannig að hérna, jú. Já, þetta var eitthvað 1-2 ár og svo þetta var svona bóla sko og gaman að því og hérna. Það alltaf var bara, þú veist að máli tala það, ég meina fjármálfyrirtæki bara keypt upp illskotnar, það vantaði bara við. Já. Það vantaði eitthvað til að fara með kunnara. Já, menn vildu prófa eitthvað nýtt og menna hafa farið í fótbolta og það væri vist farið í skíðaferðir og svona og menna, akkur ekki til Rússlands eða Alags. Þannig við greipum þann bolt á lofti og ýttum honum aðeins áfram í svona 1-2 ár og það var bara mjög gaman. Svo líða nokkur ár og þá dettur náttúrulega vætt biti á borðið þér að þeir á Kjarrá fer í útboð svona nokkuð óvænt, kannski eftir að vera með sama leigutakan í yfir 30 ár. Ég man alltaf hvernig þetta byrjaði sko, hvernig ég sá þetta fyrst. Ég er að veiða í Hofsá haustið 2011. Ég var ekki með tölvu þá sko, þannig að þá kom ég inn í hlíðinu og svona kveikt fór á angling.is, þá kom bara þeir á Kjarrá að fara í útboð. Ég ætla bara alltaf að trúa þessu því ég las þetta fyrst sko, því ég hafði ekkert heyrt af þessu. Ég sá þetta í fyrsta skipti og ég hugsaði, já, þarna er kannski bara sjansinn komin sko. Þannig ég kom inn bæinn og sótti útboðsgögnin og svo hringdi ég Daði Másson minn sem að við vorum búin að veiða saman í mörg ár og hann var auðvitað einn af management-mönnunum, hans var sölu og markastjóri allan á þessum árum og ég hef búin að veiða með þeim í mörg ár og sagði Daði fá bjóður á vínbarinn og nokkar sínaði svolítið og ég býð sko, það er neiðaskipti, ég býð sko, það var alltaf á hinvegin sko. Og bara einhverju léttu spjalli og ég síni nú útboðsgögnin og við höfum þetta rætt þetta áður og hann vissalega mínum áhuga á þessu og ég var búin að segja við Davíð mörgum árum áður og bara svona við rætt þátt að ef ykkur ákema á markaðin menna hvort þetta mikið slá til og hann segi, jú, bara endilega að skoða það en ég bjóst nú aldrei við þetta þeirra á Kjarrá sko. Nei, þetta er náttúrulega svona þú veist ákveðin draumpakki úr þannig með þessi 2 veiðihús í þægilegum stangafjölda og allt þetta dót, sko. Þetta er náttúrulega bara stærsta unit á Íslandi sko. Þannig að þetta er stökki gat ekki orðið hærra sko. Nei. En að stíga þar inn sko. Þannig að ég er náttúrulega lág yfir þessum mánuðum saman að rekna á nót svona hvað maður teldi að hún myndi þola og þannig við ættum líka eitthvað raunverulegan séns. Þetta vissum að líka tímasetningin var ekkit slæm fyrir okkur sko því að þetta er skömm eftir fjármálahrunið og kannski lagsveið ekki svona kannski efst á listunum hjá þessum að svona ég svona hugsaði þetta verður ekki bara þetta er stang og þetta er átni og þú veist svona eins og maður segði the usual suspect sko. Líka þú veist ég veit ekki og svona lagsveið og svona spina þetta var bara þannig tímar að ég hugsaði mögulega í þessu umhverfi eigum við séns á stíginn og eiga svona fair chance svo bara bauð hver fyrir sig og eftir sátu þið með Pálmann í endarum það munaði 500 skalli ég man eftir þetta var manstu hver var með næst þesta búða það sjálfsögðu það Átni vinur minn já, ég man eftir þú segir það já, Átni var með sko 111.2 við vorum með 111.7 og þetta er á þessum tíma sko náttúrulega þú veist rosa mikla tilfinningar, ég var náttúrulega að vinna þarna fyrir þá var þetta leigutaka þú veist, rosa erfitt að kveðja maður setja bara eins og með þislana í Sanda og annað sko þú veist, menn búin að alast þarna upp sko já, áttu pínlega græfi vatna og yngo já, bara spjallu bara þú veist, þarna var komið eitthvað sprengitilboð þú veist, þetta er langlegin í $1 million fyrir eitthvað veiðirétt á Íslandi sko. Það var alltaf 5 ára búið þetta var búið að búið um að 500 milljónir sem er alltaf mikill peningur sko. Þetta er svakalega peningur þetta er risa búið sko. En ef þú reknar þetta á 5 ára basis minna, þetta er alltaf veturinn hann á 2011 sem kemur sumari 2012 lélegasta veiðisumar í bara áratugi varst ekkert, þú veist, þið eru búin að skrifa undir varst ekkert skjálfandi á beinunum eða hlakkaði þið bara til að byrja? Jú, þetta minnást svo klárum aðeins aðdraganda
Já, aðdraganda boðsins að hérna að Davíð hefur svo sambandum og segir hérna þau ekki bara verið 3 saman í þessu, hérna Halldór Hafsteins hafði ákvað að koma ykkur líka, þannig að við vorum 3 sem að settust niður og ákvaðum að láta slag standa og hérna og ég var náttúrulega búin að vera í lifa og hrærast í þessu í öllis ár en þeir svona meira bara veiði meina í þessu og hérna ég höfði þetta bara á mönnum þetta sumari 2012 til þetta ímyndaðar. En þeir náttúrulega í viðskiptum erlendis og svona kannski... Já, bara í öðrum viðskiptum og minna. Já, og þú veist, það var svona þannig að þeir líka sko, út því að þú veist, þið voruð ekki átni, skilur, það vissi allir að átni myndi bjóða stórt, skilur, það er bara einhverjum menn sem að, þú veist, hafa ekkert, sko, þú veist, voru mikið á í bransanum og svo náttúrulega þú, svona þessi gamli refur í þessu, sko, sem hafi sandið mitt, bara eins og segir, verið flugmaður og með einhverja eina viku, svona haft lill tanna alltaf út í lauginni, sko. Já, ég er bara alltaf með, sko. Já, og svo bara kemur þetta, þú veist, eins og segir, eitt stærsta unitið á Íslandi í útboð og þið hæstir. Já, þannig að hérna en þetta var þau hugsa, sko, þetta var ekkit svona einhver, þessi tala var ekkit ekki dregin upp úr hatti. Nei, það var langt í frá, sko og hérna og ég sagði þetta nú eitt hérna ágæta manni viðskiptalíðin eftir mér, hann sagði, hvernig kom þessi tala? Ég sagði, hugsa þetta bara öðruvísi hvað eru búið í Kjarrá? Já, 70 milljónir. Já, hvað eru búið í Þverá? En nú skil ég hvað þetta fara. Já, Þetta er náttúrulega 2 árið. Þetta var eins og bjóða í Hofsá og Selá. En svona, en það sem það litið á þetta sem eina á og þetta, þessi stórbrotna saga minna, Sporður í 30 eitthvað ár, þetta er náttúrulega bara legend. Búin að reka þetta með Bravör, Jón Ólafsson að stýra þessu. Og alltaf svona svolítið, sko, svona mystík, ekki mikið að frétta eða. Ég meni, ég segi þetta með Sporður, náttúrulega klárlega besti svona prívat leigutæki í sögu landsins fram að þeim tíma, sko. Menna með 30 ára sögu í þessari á og búin að gera þetta var náttúrulega gert þú náttúrulega vanstæðin í Kanada, þetta var náttúrulega opbóðslega vel gert og þessi mystík og þetta er bara svo vel gert hjá þeim og hérna þetta var aldrei over-commercialized og þetta var bara svona alltaf eins og Hafjárránirikinn og svona þessar ár sem eru ekki svona allt og mikið in the public eye, sko þú veist ekkert mikið hver að veiða og svona bara eins og þetta á að vera að mínum dómi, sko þetta er svona ákveðið mystík þetta er svona ákveðið mystík, sko og hérna en svo kemur við árið 2012 og hérna auðvitað voru við hugsað fyrir þessu en af því að það veittist hvergi neitt það var ekki eins og það var bara brjálæði dölunum eða norður á í 3000 ég leit bara á þessum tækifæri ég sagði bara, nú kemur gríðarlega hreyfingamarkaðin og við erum að stíga með þetta þess á sem hefur verið á fárafæri í mjög langan tíma ég hugsaði bara sjálf með þetta með falla með okkur en ég segi líka að við byrjaði 2012 þá hefur verið vandastattir eða fengið, þú veist, þú ert búin að selja þú veist, þú ert búin að draga kúnnana inn í þetta, lofa þeim allir nýjir, sko allir nýjir og svo farið lélega árið þannig að fyrstu kynnin að nýri á er ekkert vatn og ekki fiskur það er náttúrulega auðvitað gríðarlega vonbrigði þá horfur bara á það, þú veist, þú ert kannski að koma úr annari á, þá ert að horfa á hana tölunar en svo fenguðu náttúrulega að gegja fyrsta sumar við duttum náttúrulega bara í lökkubótin alltaf fyrir það fyrsta, sko, salan gekk vel hún fór hægt og stað og menn voru þetta svona máta sig á okkur og þetta svolítið hækkun á nefnin eðlilega, hún er hækkað svona 20-30% og hún átti náttúrulega vissu litið inni, sko svona með við aðrar ár Sumi leiti í lokinu Sporði var kannski svona þú veist, það var ekkert verið að kannski sækja kúnna, það var bara svona verið að semja við núverandi kúnna hvað gátu borga til þess að koma Já, menna áratuga viðskipta og vinna sambönd þannig að hérna þetta var bara svona sama hólkið og hérna og það voru mjög margir og eiginlega bara vel flesti sem að héldu áfram með okkur Já, maður sér það bara í dag að hérna, maður hittir gamla kúnna, þeir eru ennþá bara í sömu dagsetningunum líkaði Já en þetta opnuði þeirruna fyrir útlendingum sem það hafði ekki verið mikið og hérna en við fáum þetta geggjað árið 2013 sko, 3300 laxa Já, einmitt Þetta er okkar besta ár svo far og nú erum við árið 11 sko Einmitt Þannig að hérna, við gátum ekkert mikið heppnari sko Nei, ég meina það var alveg kvell opnun og allt laxinn kom snemma Við vorum bara eins og 88 í kjósunni Einmitt Já, við unnum bara í hattrættinu í laxa hattrættinu En þeir eru konur með þetta þeir á Kjarrá og svo fer maður bara svona
þú veist, hvað að næsta því að þið eru náttúrulega með alveg helling af svæðum í dag, hvernig stækkar þetta svona? Sko það byrjar á því að hérna Jón Ólafsson er mikill heiðursmaður og hérna þegar við vorum búin að skrifa undir þá fór ég hitti Jón og hann bara rétti með kunnalistan og sagði bara gangi ykkur vel og hérna þegar hann sagði þetta allt vinir mínir og þegar hann langar að halda áfram þá veistu hver ég á að hafa sambandið. Jón það var alveg yndislegt að vinna fyrir Jón, það var alltaf það bilaði bíllinn og vorið og það var bara alltaf þetta ringi Jón og bara þú ert hérna að fara að gæta fyrir mig 60 daga, hvað vantaði mikið pening sér og það var bara millifært og græja sko. Ég meina hann náttúrulega búin að vera þarna og stýra þessu að miklu myndaskapi ára 10 og veit allt vinir hann setur öllis áru og hann náttúrulega bara hafði þess að fólks og árnar á sveitarna fyrir brjósti og allir sportsmenn sko og hérna og Þorgeir og ég náttúrulega bara gamli félagar úr fluginu og Jón Ingvar náttúrulega vinnur hjá okkur kemur hann inn í genum pappa sinn og ég þekki Anders svo gamall tíð og við náttúrulega báði flugmenn og náttúrulega þessi lagsviði heimur og ég er náttúrulega búin að vera í Norðuráni í öll þessi ár þannig að maður þekkti mikið þessu fólki og hérna þannig að næsta sem gerist það að að Jón hefur samband við mig og segir það er hugmyndum að fjölgum eina stöng í brennu upp í 3 stangir. Já. Og hann sagði persónulega, ég hef ekkert ólega mikið áhuga á að taka, það er náttúrulega erfitt að innleiða svona mikla breytingu. Og bara spurðu hvort að við höfum áhuga að leysa þetta samningi. Já. Sem við gerðum. Var ekki þú veist, Gunni Gísla, Þorgeir? Jú, þeir voru með þetta. Þeir voru með þetta. Já. Alltaf, og Jónsson sá að Svaratölubústónarandi söluna. Já, það var ekkert þannig sko, þannig að þeir voru náttúrulega með þetta og en Jón hafði svona milligöngu með það að við náttúrulega eðlilegra sko, víst að sporður sé hættu með þegar að þetta sé bara svolítið á sömu höndum og sé slegið takt þannig. Já, það skiptir náttúrulega miklu máli því að þetta er náttúrulega bara ósinn og onni sko að hann sé svona þú veist, mér stæði nú ekkert á sami hver sem við varum með brönnuna sem maður myndi kannski veiðana með einhverjum aðferðum sem maður ekki kannski alveg sáttu við sko. Nei, einmitt. Þannig við tökum við þeim samningi og aftur rétti Jón með kunnalistan og sagði gangið vel. En það líka að þessi fái brennuna það opna náttúrulega á þú veist þessa uppbyggingu sem hefur verið á veiðhúsunni í Þverá og svona að þú veist snemma í tímabilinu þegar fiskurinn þú veist, þú getur ekki gert ráð fyrir fiski að mögulega, eins og ég veit að það er gert stundum, vinkla brennun inn í einhver hol sem upp í Þverá En það sem ég hugsa náttúrulega vera mestu með það að auðvitað var í Þurrkasöfnum allt og mikið að laxi drepinni í brennu. Já. Og að mögulega gætt brennan tekið Þverá í gíslingu. Maður hefur alveg verið að bölva í þegar maður er staðið upp í Kjarrá með kuna og svo bara er móknir í brennu sko. Já, þannig að þetta svona það var mjög fyndið því ég svona byrjaði að hafa samband við þessa kuna sem að höfðu verið í brennunni og alltaf kynnti mig og okkur og við varum teknir við brennunni og það er svona smá breytingar á veiði fyrirkomulaginu og já, menna það, já. Og kynnti stöng 3 til sögunar. Og við vorum svona tilbúin að liða með því út af veiðitölun. Þú sagði, svo svona örlítið breyting líka svona á veiði aðferðum því að við ætlum að setja kvóta. Að það með ekki taka nema, ég held að við verið með 3 lax á stöng á dag þá, sko. Þetta var náttúrulega kvótalaus, sko. Já. En svo þegar maður sagði að maðkurinn er bannaði líka, þá svona verið ég bara lagt á að við ég heldur við haldið svona kannski 20-30% konunum sko. Og en þetta fylltist rætt og örgla og hefur gengið bara mjög vel síðan. Þetta er náttúrulega geggjað svæði. Ég veit ekki alveg með þessa 3. stöngingu og hvort við verum ekkert tíma sammála um hana Nei, menn hún alltaf þetta bara lekt hann út minna ég er ekki hlindið því að fylgja stöngum í ám sko, en okkur var bara þetta var bara dýllinn og þetta tókuð hann ég hef ekki vilja þetta brunna að fara bara ég er góðbóð og enda eitthvað starf. Nei, það er alltaf bara ekki verið gott. En hvernig eru og svo þetta straumatirinn í framhaldi svolítið svona sömu prinsipum sko, það er líka göngulegðin fyrir laxin upp í Þurrkjará þannig að þarna við tókum bara nákvæmlega sama approach þar, bara fly only og þessi 2 svæði voru náttúrulega við þekkjum sögurnar og straumunum þegar stóru göngunar eru að koma ég vissum hól sem tók einu svona 87 laxar sem voru bara allir að úldna inn í skúr sko. Það var náttúrulega bara ekki tímaskekkja og ég skildi nú að þetta var ekki með þeim hætti svona að vera með þetta kvótalust en
við kursum við breyttum því líka og þetta bara svona ekki í takt og þetta náttúrulega 10 ár síðan sko. Í dag þykir öllum þetta eðlilegt. Fyrir 10 árum síðan var þetta bara svona kannski ekki alveg sjálfgefið eða svona einhver ármótasvæði var eitthvað jökulvatn og svona ást. En við höfum farið þá leið að sko í ágúst að það er náttúrulega mikið af fjölskyldufólki að við, frá 1. ágúst þá má veiða á spún líka. Náttúrulega byltingur er komin og náttúrulega mikið af fjölskyldufólki með börn og svona ást. Þá sá hópur líka komið með eitthvað fyrir sig þannig. Líka ekkert mál að veiða og sleppa á spún sko. Nákvæmlega. En hvernig laðist þetta í Manga á Hamraendinu þegar þú sagði þetta veri, því að nú er hann veiðimaður sko ekki. Mangi er náttúrulega bara hristu hausinn. Já, þetta. Og fyrstu sumrin þá var hann að læða snirritur og hitta konuna sko. Já. Og hvatti þá endur eitt þess að fara að veiða á spún og svona, það væri miklu betra veið. Já. En Mangi stóð alltaf með okkur í þessu hann skilur hvað þetta snýst. Og en líka við getum nýtt brennuna inn í þvera oftmenn og þetta eru stór holl og þá er þetta að tvinna þetta saman og þetta býður náttúrulega bara mikla möguleika. Algjörlega. Sérstaklega þegar húsið var stækkað og komin núna 14 herbyggi, þannig að ef þetta eru stór fyrirtæki á hollu eða stórir hópar þá getur menn verið með 10 stanga skiptingu og jafnvel svona einhver liti að hetsa sig gagnvart vatnsleysi og fiskurinn gengur ekki upp nákvæmlega, eins og við höfum séð syndið. Já, ég man eftir þessi mitt 2007 þá var ógurlegt vatnsleysi þarna og maður stóð svona nokkurn veginn með 200 tómar upp í Kjarrá en svo var bara veislanir í brennu sko. Já, við höfum séð þetta sko þannig að það er voðalega gott náttúrulega að hafa þetta upp á að hlaupa ef að menn lendi í svona einhverjum vassóbalans sko sem að því miður búið að gerast þú oft í seinni tíð. Já, þetta er mér svona, maður ræða Birkir sko, það er eitthvað svona, ég veit ekki hvort að það sé bara, mér finnst það, mér finnst einhvern veginn svona rosa mikið stemming í Dalnum því ég var í nokkuð mörg ár og maður einhvern veginn, maður kynntist öllum bændunum og þetta er svona mikið community í sveitinni sko. Já, svo er Egill í Örnóstala gæta og Andrés og það er svona ákveðin tenging sko og mikið krakkar á sveitinni að vinna í húsunum líka. Og svo er Maggi Nortungu fyrir formaði, maður stoppaði og honum í kaffi og Villa á Helgavatni og Elli Veður og Kvíum og svona. Og Dalurinn er svona eitthvað svo skemmtilega falinn sko, það er engin umferð. Norðan náttúrulega exposed, gáði traffic og Grímsá svona minna sko en samt aðeins. En einhvern veginn þverjulínan er bara svona tínd. Og svo náttúrulega Kjarrá er náttúrulega bara gjössanlega tínd fyrir öllum með þessi ratu uppbytti sko. Það er mitt oft þegar að fólk er að spyrja mann út í þverja Kjarrá sko, því að það hefur kannski veit af henni, en það hefur aldrei séð hana, veit ekki hvað þetta er og heldur að þetta séu 2 ár sko. Já, maður er ekki svo það marg oft sko. Og en er það svo náttúrulega beauty við þess ár það er náttúrulega svo margt en þetta er náttúrulega það sé engin foss í henni það meðan laxinu bara komið með báðar átnar inn á fyrsta degi og lax er búin að dreifa svona það er náttúrulega algjörlega uník það er náttúrulega algjörlega magna fyrir náttúrulega henda sé engin foss í á sem er að falla á hann 300-400 metra hæði við sjámáli. Það er alveg magna, ég mani mitt að hafa kíkt mitt daginn fyrir opnun. Hann fenguði nú leiði frá Jóni einhvern tímann til þess að láta kokkin veða marrilaxinn daginn fyrir opnun sko. Og kíktum við réttarhill, þar voru svona 40 stórlaxar, ekkert vatn. Það var 2012, þetta lélega ár. Lélega ár. Það kom eitthvað 2 kjörlaxi þegar hann voru þetta, svo kom engin einsvarslags, var það ekki þannig sem það var? Jú, sko, það voru þarna bara, þetta var alveg bara frá efstast út og alveg niður á brot og við völdum aftasta laxinn fyrir kokkinn og hann tók náttúrulega í fyrsta kasti. Svo hringdi ég... Og þegar byrja neðst? Já. Já, eðlilega, já. Til að styggja ekki allt. Já. Svo hringdi í Þorgeir daginn eftir, því að þá var ég búin að sjá bara á MBL eða eitthvað, það er bara veist einn eða engin lax í Kjarrá fyrsta daginn. Já. Og ég hringdi bara, hvað með fiskana upp í réttarill? Þeir eru á Hortnir. Það var það? Sáðust aldrei. Beint upp yfir. Þeir eru bara ykkur þar. Það er bara forðabúr árnar sko. Akkurat. Og það eru fiskar komnir hann í mæ eitthvað. 100%. Ég á vídeo, gömul vídeo sem pappi tók á svona einhverja camcorder vél þegar hann var að stansetja veiðhúsi með badabróðan skimma 1990. Það voru að renna sér snjósköplum í mænir langadrátt að veiða fisk sko. Ég meina Tóti sagði mér sögu, hann alltaf búin að segja mér svo mikið að sögum að það er alltaf bara efni nokkra þætti sko. Já, Tóti Törn. Eitthvað voru þeir hann upp í Kjarrá mjög snemma sko og hann sagði hann gekk
út úr veðhúsinu í Víghól og hann sagði, mér er alltaf minnist þetta ég leit tilbaka og sá hérna fótsporin í snjónum. Hann alltaf labbaði alla leið upp í Svartastokk. Já, ok. Hann kemur upp í stokk og stokkurinn er bara undir ís. En það er smá vökat nefst. Þannig að hann rennir undir ísinn. Nei. Og hann er strax komið stórlagsá. Og landar hann bara gegnum vökina. Hann ætlar í ekkert í fiskinu, hann ætlar bara að sleita. Já, þetta. Og hann sagði, þarna stóð ég, búin að labba upp í stokk. Hann vissi að Hilurinn var farin, sko. Já. Og svo bara labba hann tilbaka. Magna. Þetta er ekta tóti, sko. En hugsaður Eljan, hann sagði þetta var, í svona tíð. Hann sagði hann var öll á ísætnum frá. Hann fór bara undir ísinn. Það er geggjað, sko. Það er geggjað, sko. Þannig að ég get alveg trúa fyrstilag sem hætti þarna, sko, upp úr miðjum mæ, sko. Nú hugsaður netin í galata, neti voru alltaf lög 20. mæ. Það er komið lax í Borgarfirði í byrjun mæ. Það er kannski, þú veist, þegar við slátruðum þessum stórlagsastofnum með maðkaveðinni, það er svona, þú veist, Kjarrá lifir á því, það er ennþá stóru fiskar þarna í Þjóðkjarrá. Á þessum fiskum sem hurfu bara út úr veiðinni. Já. Hurfu bara på heiði. Bara komst upp í þetta griðland, sko. Já. Ef það hefði verið foss, það hefði náttúrulega bara verið opnun og bara dolgaðir upp, sko. Ég finn nú sér það, minna, fyrir, hvað var það, 4-5 ár síðan? Hvað var 18, nei, maður rétt, þetta var maður ruglaði saðan saman, menn þá vorum við meitt sumari með 30% af tveggjarafiski, sko. Já, maður þú veist, það var alltaf séðan sá. Alltaf tveggjarafiski sem var komið nýri ekki neitt á tímabili í Borgarfirði. 2005 veitist 1,20 pundari í þeirra og það var eini á Suðurlandi og Vesturlandi sem veitist. Þetta var komið 7%. Já. Nú erum við að sjá þetta fara aftur upp í svona jafnvel fjórðung, sko. En er það kannski, að leiðilegt ef að það er að gerast bara út á, sko, á kostnaðis hvað er lítið að smálagsinum og þeir eru að veiðast náttúrulega einhver endur veiði. Maður hefur samt séð að þegar maður verið að fara upp í Kjarrá undanfarin ára, það er slatt af stóru fiski og ég man 2010 var gott ár og þá var bara byrjun júlí, þá var bara mók veiði og bara annarkoð fiskur var 10-14 pund. Menni fyrir fáinum árum vorum við opnum upp í Kjarrá með 100 stórlagsum, sko. Já. Við höfum líka lent í að fá, sko, menna þetta er ennþá að gerast sem betur fyrir. Já, þetta er mögnu á og svona einmitt skemmtlegu stopp, sko. Þetta er náttúrulega bara ævintýra heimur, sko. Algjör ævintýra heimur. En svo farði, ég meina, nafnið Starir, það er náttúrulega þetta svæði sem að hugurinn, sem er mörgur svo hugleikið, sem er svona out of reach upp í Kjarrá. Við náttúrulega bara buðum í nafnið Óstofnans félags, við náttúrulega vissum ekki hvort við myndum fá hann eða ekki. Já. Og svo þegar við hreftum hnossið það, þá þurfti að finna nafn og þá bara komið til hugar og okkur að leita að upptökum árunar og finna eitthvað og Stari bara svona blasti við sér nafn og það var valið. Þetta er gott nafn, þetta venst vel. Það gerir það, sko, menn voru svona svolítið svona þetta er ekki á tungu, þú veist, þetta er náttúrulega eitthvað kennileitið þarna frá, sko, sem að en svo hregnar sér fiskum að svona, það þóttu svona ekkert svona svolítið tungubrjótur, sko. Já. En nú er hregnar sér maður bara þetta, finnst það bara eðlilegt? Mjög eðlilegt. En er það rétt hjá mér munna að svo bætist Víðidalsáin við hjá okkur næst? Já, hún kemur hérna strax 2015 og hún fyrir útboð og ég og Jói Hafjörður við náttúrulega ólumst bara saman upp í þessu hann er sama sem hún er pjakka við erum sama aldrei, sko. Já, sama meði, pappans náttúrulega algjörlega veikur eins og pappi þinn í þessari veiði. Og við báðum náttúrulega bara helsjúki sem við eftir okkur, sko. Þannig að þegar ég er að byrja í Kjósinni, sko 86, þá var Jói að byrja maður eitt 87 í Víðidalum, sko. Þannig okkar leiði líka saman að gera með þetta, ekki bara að gera skóla heldur, bara að gera áratuga vináttu. Og þannig að við fórum svona að velta fyrir okkur, ég var bjóða, ég var ekki að bjóða, við settum niður ég, Davíð og Halldór og við Davíð vorum svona meira á því að bjóða og Halldór svona, já, alveg til í það líka, sko. En svona alltaf sagði ég að ég hef þá bjargustu trú að þetta þurfa að vera einn maður í hverja á og við vorum sammála það að leita til Jóa og við buðum bara Jóa að koma með í teimið og ef hann hefði áhuga. Þannig að Jói stýrði þessu bara og hefur stýrt á hana síðan og þá stofnum við félag sem heitir Laxabakki sem Starir eiga 75% í. Á móti Jóa það? Á móti Jóa sem er með sinn hlut, þannig að eins og við erum 3 í þeirra Kjarrá, þá erum við 4 í Víðidalum, já, og
og Jói stýrti þessar miklu myndaskapa þess ár og síðan kemur náttúrulega Jói inn með Halldóri og Stebba inn í náttúrulega Ion Fishing sko. Já, það kemur svona í framhaldi þeirra megin inn í það dæmið hana. Þetta er allt tengt þessi heimur náttúrulega allur tengt þessu hús sem við veitum og sjálfsögðu. En ég menna nú situr hérna þú veist 10 árum setna síðan þið buðið í síðan fyrsta sumarið eitthvað var í hérna þeirra á Kjará og ég held svona eftir að fara eitthvað í bókaldi í huganum að í þessari lagsveið, þessari high-end lagsveið séu þið líklega stærstir í dag með þá kannski Six River Project eða eitthvað leiðis. Já, ég er svona aldrei leitt huganaði svona hver sé stærstur en við náttúrulega áklála með þeim stóru sko náttúrulega sagna sér náttúrulega með hvað þó nokkuð stórt já, náttúrulega erum mistu kjósina núna síðasta vetur. Jú, allir við séum ekki bara, sagna sér Stango og Six Rivers og við, það er svona þessi 4 stærstur. Fjórflokkurinn. Og svo í framhaldi kemur blandaninn og sogið sko. Herrið, þið vorum að ræða það hérna fyrir pilsupásu kaffipásu, já, hvað hérna, þegar væri líklega orðnið stæstir með þessum svo kallega fjórflokk en hérna þið hafi nú, þú veist verið svolítið áður farið í blönduna og nú sogið, þú veist, þetta er einhendu veiði, þessi svona klassíska íslenska lagsveiði þið tókur náttúrulega aðeins þarna hliðarspor í ykkur umbóðsölu fyrir þá í Aðaldalum að ekki? Það var ekki hliðarspor, menn hemmi Árni Pétur og þetta fólk, ég þekki það náttúrulega bara alla minni tíð og elska Laxá og þannig að Ragnar sé hætti með, þú veist, þeir voru hætti með hlutasumurinu. Einmitt. Við hemmi vorum að hljúa saman einhvern tíma hjá Atlanta og þá bara barst þetta í tal og við Davíð náttúrulega miklu Laxár aðdáendur og Halldór líka og þannig við tókum hann einhverja 3-4 vikur í nokkur ár. Áður en þetta fór yfir þetta semst form sem þetta er í núna sko. Einmitt. Svo náttúrulega er þið með Langadalsá fyrir vestan. Það er líka annað vinnuðinn, Árni Bald sem var búin að vera þar í öll þessi ár og náttúrulega alltaf svona gamla veiðhúsið í Eldvatnu eða ekki sem að setja þetta upp og fór að sleppa seiðum og ná árangri, þetta er náttúrulega fallega á. Þetta ásanlega á. Vassmikil og flott. En svona kannski erfið, þú veist, svona mörku þess að vera, þú veist, að ná að framleiða eða ekki lagseiði, hvort þú sé bleiki við að Ég held sann sko, ég er búin að tala mikið við Sigurmá og þetta Guðmundi Bíkó sem er náttúrulega einn af þeim sem koma þessu félagi sem eiga ána og það er eins og allt í þessari lagsveið, þetta er langklöp sko. Það er engin quick fixi sko. Þannig að nú með þessu managementi núna að þú veist það er öllu sleppt. Þessi á var náttúrulega gríðarlega mikið inn og ég held að Langadalsá geti hæglega rúlað sem svona 250-300 lags á og en þetta geti tekið 4-5 ár sko en ég er mjög hrifinn að henni og hef mikla trú á þessu. Ég hef ekki veitt hana sjálf. Þetta hefur ágjörð því að vera að fylla djúpið af lagseldi sko. Svona það, onni allt saman sko. Þannig þessar 2 perlur fyrir vestan sko, menna Langadalsáin og Laugardalsáin, þú veist, það er óbúslega gaman að vera í hótelánum og vera í þessu en hitt hefur líka alveg sinn sess. Algjörlega. Þannig að við hefum svona reynt að vera með í svona okkar portfóljó self-catering í sambland við auðvitað svona flaggskipið sem þeirra á Kjará og þannig að fólk er að sækjast í ólíka hluti og svo eru þið náttúrulega líka búin að gera breyta þess til í Silungusvæðinu við þess komum flott hús þar. Já, það lukkaðist rosalega vel sko og er vinsælt, bara alltaf uppselt. Þannig að þú veist, þetta svona tónar þeir með þetta portfóljó með bæði self-catering og svo ég kalli þetta það sem þú kallaði það hótelárnar og svo náttúrulega komið þegar núna blandan fyrir útboð eftir að Árni lætur hana frá sér og svo sogið núna, þá eru konur í 2. í portfólíu líka. Já og náttúrulega fáið svart á mig í bakkarum. Sko ég tala fyrir sjálf mig persónulega. Það sem ég finnst skemmtilegast við lagsveiðibransan, þetta er svona ef við svona líkjum þessu við kannski svona íþróttaferil. Þú ert nú gamall handboltamaður, eða ekki? Var einhver tímann handboltamaður, jú. Já, svona menn kannski byrja svona bara á línunni og eru senderar og eru svona ást í framlínunni og svo svona
dreifur þau til hliðar og svo kannski verður svona þjálfari svona einhvern tíma með 10 tíma og svo eru ekki svona pínu grand old man ef það tekst vel til hjá þér og en það sem á hugminn allan í dag er bara þessi laxvend fyrst og fremst og Langadalsá eða hvað sem það fer á Kjarrá Langadalsá eða hvað áður sem það er að koma að þessu með einhverja hugsjón og einhverja framtíðasýn og blanda náttúrulega, við vitum hvað blanda getur gert og Svartá, þetta er náttúrulega ár sem að blanda ekki nema hvað 8 ár síðan og gaf 3.000 laxa og Svartá álega geta rúlað í 300-400 laxum algjörlega þannig að svona ástmenna, jú, það var ómikið dreppið í blöndu þetta er projekt, þetta var eitthvað til að taka og þróa kynnan fyrir nýjum viðskiptamönnum eða viðskiptavinnum og annað og við erum alltaf svo ég er bara heppnin að fá Erik með okkur í liði þetta verkefni þannig við stýrtum þessu frábælega Erik Kópeling, sammeilið vinnur okkar og okkar leiðilega og saman í genum pappans í Kjósningalanda þannig að þetta er skemmtileg löng saga sko þannig að ég hef trú á því að blanda í sína bestu daginn og ekki síðu Svartá sko ég sko Svartá er náttúrulega einhver ótrúlega perla og einhvern veginn endur við á því þessum þætti að tala eiginlega of mikið Svartá því að allir sem hafa komið að nefna það alltaf sem einhverja svona uppáhalds á sko. En svo líka blanda fjögum, en þetta ævintýra dæmið þarna upp frá upp í Jökulsá sko. Einmitt. En þetta er ekki gott ef þú getur ekki verið að nýta þetta laxinn á einhverjum örstutum stubb neðst í áni og hann verður að fá að dreifast meðalum hættum svæðið og ég hef full að trúa því að blanda í mjög góða tíma framöndan en eins og annað, þetta er svona smá langklaup en ég hef trúið því hún sé svona að byrja að sigla upp. Við getum náttúrulega bara að hlúða því sem gerist í ánum svo verður sjórinn. Þetta er bara svo mikið vatnasvæði. Já. Þetta getur framleitt svo ofbóðslega mikið að laxi og blandar ekki köld á. Nei, hún er ólega frjósam. Hún er mjög frjósam. Aðeins er að leika mér aðeins þegar ég var einhvern tímann upp í Svartil að snúa við grjóti og svona kíkja eins undir steinana og svona eins og maður gerir sem silfrsveiðmaður sko. Ég er bara hvergi síðan mikið að bara vorflughylgjum og ánum og öðru svona sem að þarf til þess að standa til seiðaframleiðslu og öðru sko. Ég meina svo náttúrulega bara það er kannski allir að fíla þetta mjólkurlitaða vatn sko. Ég hugsa alltaf hver er munurinn að veiða það eða veiða píti á í Skotlandi? Minna laxinn tekur allir á yfirborðinu. Algjörlega. Því ég spurði Árna hvað er besta veiðtæki í Blöndu? Þannig að ég tek bara sönnurinn ekki af. Hann situr aldrei á sökkata, segir hann. Hann þarftis ekki. Menn á hann er bara 10-12 gráður. Ég var hann að gæta Erik plataði mér smá leiðsögnan það síðast sumar. Já. Og það var nú bara í lok júlí og þú veist, svona áin ætti nú að fara að vera aðeins hvítari og svona. Já. Það var sama, það var bara, þú veist, það voru bara þessar 12-14 á flotlínu og streipa. Það er beauty við þetta. Og svo mátti ekki gleyma því eins og sko Tarkvin hefur ítrekkaður að minna okkur á sem er náttúrulega hefur hjálpað okkur við erum náttúrulega okkar svona stærsti agent Frontiers í gennum tíðina sem við byrjum. Náttúrulega gríðarlega mikið að fallegum silungarna og urriða og alveg helling sko. Og einhver smá fiskar sko. Nei. Þannig að flóran er ótrúleg. Og svo náttúrulega fremst í Svartáni þar er þetta með þessa silungsveiði þannig að ég meina er þetta ekki eitthvað stærsta villta vatnansvæði á Íslandi? Ég myndi halda það. Í raunni og... Ef við lítum á bara svona ferkilometra og ég meina þetta er gríðalegt vatnarsvæði. Ég meina ef þú horfir á eitthvað, þú veist, í veiðinni fyrir 3-4 mánuðum síðan, einhver projekt sem var hægt að fara í, þá er það klálega að blanda, þróa hana sem sagt veið og sleppa flugveiða á og náttúrulega Svartá að sitja hana í einhvers konar gjörgæslu eins og þið hefur gert núna. Já. Og svo er það náttúrulega hinn vatnsmesta bergvatns á landsins, það er sogið. Já, og það byrjaði mann á ferilin, það er gaman að fá að koma því núna. Sko, 50 árum setna, sko. Ég veit, því að ég tala náttúrulega svo mikið við Erik, hvaða pælingar þetta eru, en ég held að það hefði nú margir hrist hausinn. Þetta væri nú bara einhver nostalgía í Ingo og eitthvað bull. Já, örugglega, sko. En sko... Alveg hafið handónýtt. Sko, sogið er náttúrulega bara alltaf Íslands. Já. En menn lesa söguna. Men þarna er Guðmundur frá Miðdal og Lítía með mestu laxveiði sem eru skráð á Íslandi ef við tölum stærð laxa. Þau rættum að fyrir hvað Átnarni með svona memorabilia í húsinu hjá sér. Já. Var þetta ekki einhver 1940 eitthvað? Já, þetta var eitthvað starra stríðsárunum þar í kring. Og það eru þau á 2 dögum að taka 36 laxa og það voru 7 smálax sem dróðu niður meðalþyngdina og hún var 20 pund. Já. Þannig var þetta.
Pabbi sagði mér þegar maður frétti maður í Sjónvarpsbringalanda að þá flaug hann einu sinni með kamerumanni upp alla Ölfusá og upp alla Hvítá og ég man ekki hvað hann sagði mér að þeir talið 130 eða 40 net og þá voru að veiðast 20-30.000 laxar í netin fyrir 40 árum síðan og ég var að rifja þessa sögu upp í fyrra sko með með Óla árnefndaformanni þeim mikla sogsmanni sem þekkir náttúrulega sogið betur en nokkur annar og hérna með sill og valda í gamla daga og hann sagði sko þá var þessi mikla veiði í Hvítá og Ölfusá náttúrulega gríðarlega laxskeitt þetta er náttúrulega stærsta vatnasvæði landsins samt var sogið þá að gefa sko hann sagði sko alveg að vera með svona kringum 400 sill og valdi sem voru þá með Áskarðinn og þú veist það var bara vakna klukkan 9 og silta bátnum upp á Frúastinn menn tóku svona 5-6 lax og fengur þessu bara lunch og þannig ég alin upp þannig er ég bara barn en hérna þetta ég svona nægi skottið og svo ég man ennþá eftir að hafa séð bátinn og sill og valda komið penum einn sko þegar pabbi var með 30 daga bílsöldsmegin við vorum með tjald á bakkanum við vorum bara svona í viku tíma og við vorum fjölskyldan og það var bara veitt á eina stöng þannig að afi gæti ekki vaðið mikið við vorum bara 3 pabbi náttúrulega veitti náttúrulega tók bara bunin á tóftinni allan daginn og afi veitti efra hotnið hann gæti ekki vaðið sko svo var ég geimdur á næra hotnið með flótholt gjössan lágurkur en þetta hélt mér alveg rólegum og hérna svo fekk ég alltaf að fara upp yfir í hálftíma fyrir hlé og síðasta hálftíman þá fekk ég að kasta tópi á tóftina sko og þess vegna mani þetta svo sko við vorum að taka þá á svona 20 svona 100 laxa þá var Bílsvelliði 300 Áskarðurinn 300 og frakkarnir voru með þetta á leigu niður frá alvöruna og þeir byggu Hótel Sögu þeir tóku bara alvörun allt sumarið svo keyrðu þeir bara mótnana í bæinn eftir á kvöldina á gömlu vegunum og menna áum að bara hún var að gefa þessa veiði þarna og af hverju getur þetta ekki orðið aftur kannski ekki þessu mæli Nei, en svona einhverja glimpsis af fyrirfæð og þetta er eins og allt þetta er náttúrulega sambland margra þátt náttúrulega yfirlt er það náttúrulega ofveiði sem ásaka það þegar hlutinni fari illa sko en við sjáum því Árni var að reyka stórlags hann fór mjög vel með hana sleppti öllum stórlags og það er mikil stígandi í henni og hérna líka bara breytti svolítið veiðmenningunni tók þú veist já það er það sko og hérna kannski öðruvísi veiðmenn líka sem eru þá að koma og annað sko Nei, minnast þannig að með svona breyttum mannsmenti og bara nýjum viðþórum þannig að svona, það er svolítið þetta svæði það er pínlítið gleymst svona í þessari þróun síðustu ára og áratug. Já, fyrir minninginnislóð af veiðmönnum, þá er sogið einhvern veginn bara, þú veist, þegar ég er að byrja veið þá er það bara lélegt og erfitt og stóralags á líka, öll umfjöllum stóralags á er gríðarlega falleg en þú veist, þú færði ekki fisk skilur heila svona, þannig að ég bara horfði aldrei á þessar ár þó að það væri bara hérna í túnfætinum sko. Mér veist þetta sagði þetta stóralags og stórkostlega og náttúrulega sogið þetta magnaða vassfall sko. Ógeðslega fallega á. En auðvitað minna við þurfum að fá lag sko, minna, það þarf að veiðast og minna það er allir búin að sætta sig við svona kannski, þú veist, það er engin að biðja um einhverja 5-10 lags á stöng á dag sko. En við erum hættir að tala um það bara. Það er bara búið sko. Þannig að hérna, ég sá munni í sumar, ég var mjög fyrsta árið okkar í bílsöllunni í sumar sem leið. Og hún er aldrei gætuð og þetta er ár sem að þarf helst að vera með gæti. Já, þarna og í lagsauða allar, þú þarft gæti þarna sko. Og hérna, ég er alltaf búin að veiða þetta allaveg, en ég þekki þetta og þekki þetta mjög vel. Þannig að Tarkvinn, Stebbi Kristjáns og ég held að við höfum verið með 30 lagsa þarna á bílsöldinni sumar og einhverju viku eða eitthvað sko. Þetta er alltaf bara svona bletta veiði. En þetta er eins og talar um blönduna, menna, ég er náttúrulega aldrei neitt stærri en ég er bara 10 og 12 sko og hitch og ég veit að ég er bara alltaf á einhendu sko. Því áhenni er alltaf 10-12 gráður og í þessum sumrum sem við höfum núna það er sólan einhver dag þetta er bara allt í yfirbúrsveiði og svo náttúrulega bleikir hann náttúrulega engur líka sko. Já, fyrir það, hún er að koma upp líka bara með breytri veiðstjórnun. En nú náttúrulega þetta skref sem NASF tók núna í fyrra að byrja að semja með bændu niður frá og sem er auðvitað hinn rétta leið að menn bara tali saman og að menn vilja leiða frá svo netaréttindi að þá er þeim alltaf frjálst að gera það og þá er það bara gert eins og búið að gera í borgarfinnum í 30 ár
menn ég var bara semjum þetta, þetta er náttúrulega lögvarinn hlunnindi þeirra sem að veit þarna í, sko, upp að veið þarna í neti í 200 ár. Þeir verða bara að vera partur á kökunni. Ég meina, þetta er bara samfélag og menn verða bara að geta unni saman og nú ef menn vilja veiði neta þá getum við ekki banna mönnum það, en við getum kannski komið með einhverja lausnir og annað slíkt og það sem að minna, ég held að vera samið þriðjungnetan í fyrra og maður fann strax inputið í sogið, sko. En ég fer nokkur einasta ári og ég hef ekki séð svona mikið að laxa á tóftinni í langan tíma, sko. Ég meina, Tarkvin lendi flottri veiðinir í alvöru? Ég meina, hann tók 5 þar, Stebbi Húrbabreið og tók 5 bara í byrjun júlí og menn, þetta er náttúrulega menn sem kunna þetta og þetta þarftu löng kost og svona til þess að ná að þessa stað en kannski ekki á öðrum svæðum. Já, ég veit mann eftir, ég var að gæta á móti þegar Tarkvin var þarna. Í Þrastalendi? Já. Í Kúagilinu? Já. Hann týndi það. Já. En hans beigja náttúrulega 40 metra. Ótrúlega flottu veðmaður. Það var bara svolítið mikið vatn í hann, fór allur hans megin upp. Við stóðum bara horfðum á hann. Kræftum við einn og mistum þetta smá. Já, sénsinn varinn. En hérna... Ég man þegar ég... Sko, nú er, sko... Við vitum að allir hver umræðan er, en núna alltaf þessar viðræður í gangi sem Elvar og NSF fyrir að stýra fyrir austan og... Maður heyrir þetta, það stoppar ekki í síminu og segja manni, er það verið að tala um netið, það er alltaf gerast núna. Já, menna, ég þá sem nefnir einhverja bæi eða einhverja tiltekna aðla þá grunar mér nú að það séu margir að svona hugsa um það að semja og ég hef fulla trú á því og ég get nú sagt okkur á því að við gerum nú svolítið svona tímamóta samningi í gær við Selfoss og semst að félag okkar starir að það voru 3 til 4 net við Selfoss. Það er þessi stærsta lögn, þessi Selfosslögn sem er... Já, hún er svona þrískipt, sko. Það munar kannski margir bátinn undir brúni, sko. Og það, ég held að það heiti, held ég Hekla að Katla, ég maður nú ekki alveg en það hefur svona, þessar netastöður hafa sín upp, sko. Þannig við erum búin að leigja sem sagt svæðið frá eyjunni fyrir ofan brú, sem eru svona 800 metrar og alveg niður undir kirkjugarð. Þannig við gerum samningum það í sumar og nú er það bara opnað fyrir flugveiði. Og netin öll upp úr? Netin öll upp. En Atli bóndi, eða semst ábúandi og eigandi, hann ætlar að vera með eitt net og veiða sér bara svona bara í soðið fyrir sjófamilíuna og þannig að það verður engin útgerð þar í sumar. Nei, en svona ásættalega málamilun. Þetta er bara svona bara mjög almenn ánægja með þetta. Þetta er við að búa til nýtt veiðisvæði og tekjum möguleika fyrir þessa landeigandur að snúa sögunni svolítið við og fara úr netaveiðum á þessu tiltekna svæði yfir í stangveiði. Þetta er náttúrulega tilraunaprójekt. Já, það verður gaman. Ég er búin að skoða svæðið þetta frá hann brú. Þetta er svona 800 metrar langt svæði og að vestanverðu fellur hún, það er náttúrulega gljúfrið og það er allur hávaðinn. Og allir sagði mér að það er bara lag sem gengur upp hérna af austaverðinu og þetta verður aldrei verið veitt á stöng. En það sagði að samt í gennum tíðan hafa verið mjög margir hérna með stöng, sko. En ekki með veiðilefi, sko. Þannig að það er einhverja sæla, ekki er þeirra að berja á þessu fá ekki neitt, sko. Nei, þannig að þetta er bara komið inn í Þetta er spennandi. Og við ætlum bara að opna 20. júní og þetta verður svona tilrauna veiðu og svo ætlum við að fá að prófa aðeins fyrir neðan þess að netalögninni líka og fá að skautla söndra í henni. Ég finna bara líka að fyrir landeigundur hafnamenn og fyrir okkur að þetta er bara frábært samstarf að geta komið með eitthvað svona vinklaði til ykkur alveg nýja átt og áinn þetta niður frá er ekkert mikið litari heldur en blanda, það er náttúrulega sogið búið að blandast í hana og upp í Hvítanum sjálfur er náttúrulega heilmikið stangveiði. Já, bara í Gíslaldi og bara öllum þessu stöðum. Það er bara í Hvítanum, sko, þannig að þetta er spennandi. Þetta er bara flug og vatn. Þetta er nú ákveðin, þó við tölum þetta pótaróleirinn og þetta er risastórt. Þetta er ákveðin tímamóta samningur í veiði á þessu svæði. Algjörlega, aldrei verið gert áður. Hvað eru þessi net svona, hvað hafa þau verið að hirða upp úr? Sko, ég spurði nú Elvar að þessu og þessi net sem eru þá þarna í þessari Selfoss. Já, sko, frá 2010 hefur veiðin alltaf verið að dala en hún alltaf líka verið að dala á landsvísu, sko. En þá líka telja hver fiskur þingra, sko. Já, þannig að mér skilst að tölvöldum frá 2020 það var að tala með eitthvað 2-3 þúsund laxa í netinina tótal, sko. Í þessu lélega árið 2020? Já,
ég held að vera með svona kringu 2000 laxar og gefum okkur það kannski 1/3 sé á leiðinni upp í sog alltaf eitthvað af þessum laxi jökullax eins og við veitum bara hvítárlax, já, það má ekki gleyma því að þetta ekki allt saman lax sem á heima í Bergvarsánum sko. Nei. Þannig að en þú veist, ég held þess ekki dórulegt í sogi ég meina ef að svæðir eru netalust, kannski tala 500 laxa 500 laxa í viðbútt upp í sogi 500 sem leggjast í yðurna og gangur svo upp í stóra laxa og... Já, og svo veit ég að landeigendur við Tannastæði þeir eru konum núna með sleppiskyldu allur stórlaxir skal sleppt og þeir eru að færa sig fyrir flugveið þannig að ég finn það bara svona atmosfærið í allir sveitinni ég er búin að tala við Jörund Formann niður frá hann er alltaf bara gamall félagið mér bara frá í æsku og það er bara svona gagkvæmi vilja, menn eru bara að fara svona að vinna saman og þeir sem vilja leigja frá sér þannig að það er ekki verið að þröngva þessu búið Nei, þetta eru viðskipti í rauninni Já, þetta eru viðskipti þar sem allir eru sáttir og ganga sáttir á borðið, það er náttúrulega eina leiðin til þess að gera hlutina vel og það er búið að sína það í borgarfirðinum í 30 ára, þú veist, þetta er leiðin sko Já. Og þannig að það kemur ekki óvart að það væri búið að semja öll neitt upp úr Hvítá og Ölfusá Þegar þessi þáttur kemur út Ég veit það ekki, en ég get Við verðum að fá Elvar hérna til þess að tala það Ég er alltaf viss það að það fór þriðjungur upp í fyrra það verður mjög meir í ár og bara það að Selfoss eitt og sér það sé búið að leysa Þetta er þessi stútur þessar 2-3 lagnir þannig að þær eru ekki niðri og þannig er bara komið spennandi stangveiðisvæði og þetta verður ekki dýrt verðlagt við vitum ekki hvað veiðist þarna en við vitum að laxinn gengur hérna í gegn og svo ég er formaður í Jörundur að segja mér að gríðarlega mikið af sjóbirtingi þannig að við erum bara basically með sama leigusamning þarna og önnur svæði þannig að veiðifélag Árnesinga er öðruvísi sett upp en venjuleg veiðifélag þannig að það eru allt vatnasvæði er undir einu veiðifélagi og það er 260-70 félagsmenn sko. Þetta er bara sko alveg upp í Laugavall sko. Já, þannig að þetta er gríðarlega mikið samfélag sko. Og sumt er stangvið og annað er netavið og eins og verið hefur allar tíð sko. Og það er allir sammála það laxinn er að fara niður, þú veist, netavið mennur, ég var að tala við Jöra, við náttúrulega okkar ábyrðið það, að passa upp á laxinn og ef við sjáum að laxinn er að fara niður þú veist, þá verðum við að bregðast eitthvað við og trendið er bara niður og við ekki bara þarna heldur all land síðustu 3 ára eru búin að vera hafa ekki verið mjög góð sko Nei. En vonandi fyrir við að sjá einhverja bylgju upp Já, alltaf það er minna laxinn núna heldur en það fyrir 20 ára síðan, svona bara tala reynd út við vitum það allir Það var eins og hann Benóni svo þreytist nú ekki á að vitna í hann í þessum þáttum líffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun hann sagði við okkur ef við horfum á þetta bara alveg blákallt á 40.000 árum nei á 40 árum höfum við farið úr 100.000 laxum niður í 40 Þetta er bara staðreynd Hvað ætlum við að gera? Ég meina Hauksvíkur borgarfjörðurinn þeir voru að taka 20-30 laxa það sá alltaf högg á vatni meina Tóti Samir þegar hann er þegar Sigmar er með kjarruna hann var eins og nýja opnun í kjarra og hvort það var 70 eitthvað sko með 170 eitthvað laxa sko 1. júní og hann sagði mér alltaf minnist þetta var voru svissarir í þessu eitt er að vera hjólastól og gætin hann bara trillaði hann út í gatið fyrir ofan Svörtustína og hann landaði 11 stórlaxum þetta er 1. júní og það er netin á fullu gasi neður ég meina ferjukot að taka örgulega sko 4-5.000 og laxan eins og ég meina magniða laxi sem gekk í borgarfjörðinu þessum árum er náttúrulega astronómist sko og sömulegis auðvitað í Ölfusá og Hvítá og bara all land En það sem er náttúrulega hvað mest sorglegt í þessu er hvað þetta er stutt tími í rauninni sko Þetta er stutt sko en sko skýrslan sem var að koma út hjá Lost at Sea sem að AST var að gefa út hafið heyrt hana? Já, ég er búin að heyra þetta að þessi fiska var bara hverfi hafið En sko það sem er að koma í ljós í Skotlandi og ég held að það sé svolítið umhugsunarefni fyrir okkur að laxinn náttúrulega bara hitamælur umhverfið. Ef umhverfið er ekki í jafnvægi þá vegna laxinum ekki vel við fáum ekki betri hitamælu á umhverfið Þetta er kanarifuglinni í kolnamunni Það er bara nákvæmlega þannig Þannig að þeir fara í þetta verkefni og Kalli getur satt ykkur betur frá þessu hann í stjórninni Ég held að verið sett 1,5 milljón punda í þetta verkefni Þetta er stærsta svona independent research á skosku laxveiðunum og þeir merkja gríðarlega mikið að segja
og verður hann átt að sagði hvað verður þessi seiði í hafi. Svo kemur bara ljósa að 50-90% af seiðunum, þau komast aldrei út í sjó. Þannig að vandamálið í ánum. Og í Skotlandi þetta náttúrulega áburður. Það náttúrulega gríðarlega mikið af predatorum. Og þannig að kannski vandamálið nær okkur en við höldum, sko. Við ætlum þetta að fylgja eftir honum Benoni og félögum hjá Hafrannsóknastofnun núna í maí. Þeir eru að fara að taka gönguseiðamælingar. Þetta er löngu byrjaði, en það er ekkit fjármagn sett frá hennu opbyrjaði, þetta er að rannsaka átnarmenna, og þetta náttúrulega kostar mikla pening og það er ekki að ætlast til þess að veiðifélög sem eru kannski mörgur ekki burðu getur staðið undir því að leigutakar. Það verður engin ríkur á að fara inn á laxveiðibransan, ég get að lofa eitthvað því. Þetta er dásamt líf, en þetta er engin svona, ef við tökum þetta okkur svona business leveli, þetta er þú getur fengið hærra return on investment eitthvað annars staðar, sko. Ef við svona orðaði þannig, og þannig að það þarf að setja pening í þetta, og ég var að spila við Sigurmon á daginn og hann sagði, í raun og veru ættum við bara að setja, sko, teljar í átnar, þá getum við bara talið seiðinu og leiðinu, bara sjáu hvað er að gerast, og þú maður þetta er rannsóknum sem var gerð fyrir austan núna. Ég meina, hvað tók fiskjöndin mikið af þeim seiðum? Ég man ekki hvað, þetta kom nú fram í þættinum. Þetta er bara stunning tölur, sko. Þetta er stunning tölur, þetta var eitthvað næstu í helmingurinn bara á okkur 2 kilometrum eða eitthvað, sko. En fyrir hver 100 seiði sem komast út í sjó, þá erum við að fá 6, jafnvel 8 laxa í góða ári. Í góða ári, alveg niður í 1-2 í slemmu ári. En 4-6% return úr hafi allt er svona í jafnvægi. Sleppiseiðin er ekki breyki viltuseiðin, sko. Þetta er alltaf bara, það búið þinna gullið út, sko, með fulli virðingu fyrir þeim, sko. En alltaf það kemur ekkert í staðan fyrir viltseiði. Nei, það er ekki survival of the fittest, það er ekki náttúruval á þeim. Menn ef við lítum að einhverja stabilustu laxveiði á Íslandssögunar, þá er það náttúrulega bara Hafjará. Og það verður aldrei verið sleppt seiðar. Hún er eins náttúrulega það geta orðið, sko. Já. Og hún er svolítið bara svona showcase fyrir það hvernig á að gera hlutina. Já, einmitt, annars svona frasi sem ég gríp stundum í, við erum til helvítis er oft varðaður góðum ásetning, sko. Já, það er bara þannig. Þannig að allt þetta inngrip sem við erum að reyna einhvern veginn til að bjarga, kannski betra bara að láta þetta í friði. Sko stundum held ég maður að hjálpa ef þetta er komið svona á eitthvað stað, en ég held long term, þá viljum við reka sjálfbara laxveiðar, sko. Það er alltaf þetta, sko... Alltaf þessar vildu ár, það er eiga bara, þú veist, það er hafa alltaf burðir sem vera sjálfbarar. Við erum alltaf bara svo háðir peningum og sölu núna, bæði landeigendur og leigutakar. Það er alltaf gaman að fylgjast með, þú veist, fyrir austan, þar sem hann alltaf er svolítið sérstak staða með Ratcliffe og hans verkefni. Hann alltaf þarf ekki kannski að hafa tekjur að þessu, en er svona að reyna að svara ykkur spurningum. Mjög áhugavert. Og það er vonandi að þar verið dregin ykkur lærdómur sem kannski nýtist öðrum. Algjörlega. Og þeir eru alltaf opni með það að deila þessar þekkingu sem samnastandi saman. En svo held ég með margt að þessu, sko, eins og orðið sagði alltaf, sko, þeir studying the salmon to death, sko. Já. Ég held að þetta sé ekkit svona flókið, sko. Ég held bara þetta er svolítið svona common sense bransi, sko. Við þurfum alltaf bara að tryggja að það seiðin komist af í ánum og við vitum það meina, ég trúi því, meina global warming, við erum bara að horfa á að gerast. Það er ekkit eðlilegt það við séum með snjólösa vetur út all land og lítið vatn í ánum oft í júní og svona ást. Það er náttúrulega ekki ástæðulegs að seiðin ganga niður að vori. En náttúran stillir þetta þannig af því að það náttúrulega að vera leysingar sem að venda seiðin og leiðin út í haf. Já. Og ég vil ekki tala við Tótanda en þetta við náttúrulega tölum mikið þetta og hann segi komast í Kanada, sko, þá vorum við með öskuhauga og trillukalla og þá var náttúrulega bara veiðibjallan og máfurinn bara var í þessu. Já. Og hvert er hann komið núna? Hann bara sækir meir og meir inn í landið. Ég leita ætti. Það er ekki trillukalla lengur, það er einhver öskuhaugar. Og fyrir svona, þú veist, ég hef séð það upp í Borgarfirði, þú veist, þeir vinna bara saman, þetta er einhver asnar, sko. Það er bara eins og þeir viti þegar seiðin er að fara niður. Já. Og þetta þarf að vakta, þannig að við erum orðnir seiðabændur, segi ég. Það var mörgur lit og ég fæði þetta orð frá Arnóri Björnsvinni mínum í Fáskóð, sko, hann sagði við erum seiðabændur. Já. Þannig að það þarf að vakta þessar allt árið kring og það þarf að hlúa að þessu því að laxinn er ekkit sjálfbara auðlind lengur eins og í Kanada, sko. Við getum ekkert gengið þessu vísu lengur. Við vorum að ræða við hann enn í síðustu viku en Jóhannes hérna í Ytri Rangá sem að var að segja skilum við það núna. Hann var að segja, sko, áhugavert með eins og munn og ytri og eystri. Já. Þeir geta í eystri þeirra að fá sér stóru ár þar sem ekki gengur upp í ytri. Það er að sleppa, sko, seiðunum þegar Ytri Rangáin er
gruggug því að hún fer í kakó svona reglulega þá hafa meira cover á sama tíma og horfa að ytirranga þá fylgjaði bara veiðbjallan fylgji bara göngur út í fjöru sko. Já, sjálfsögum hann hóst þannig að glitra bara á seiðin og leti sjávar sko þannig. En hérna Eirberg standa með okkur í þessari dagskrárgerð þarna og við þeim þakkláttu fyrir það en Angústi sendi mér stundum spurningar fyrir hérna gestókar og yfirleitt hann saman spurningin eftirlætis veiðistæður Ingo þegar þú ert komin á kottan og vituna og svona á þessum tíma þegar það fara að vera bjart á mótnana og bjart á kvöldin hvert fer hugurinn að þú mætti velja einn Það er stórstið spurt maður Já, ég hef nátt að preppa þig með þetta Ég myndur bara svona að segja ef ég ætti að velja mér eitt stað til þess að byrja sísona á þá myndi vilja kasta fyrstu flugunni í Runga í Kjarrá Já, það er góðu staður Það er góðu staður Ekki staður sem er oft bara talið í þessu einmitt Nei, sko Rungi í svo sem er svo heppin að draga Runga að mótni fyrsta dag sko Já, Birkir fyrir þetta hlæja náttúrulega nafnið er náttúrulega þetta er einhver maður sem heitir Rúnar hérna í sveitinu og að kalla það Rungi þetta er ekki og svo þetta Eirin í Norðurá sem er náttúrulega dislega og Stokkelsbrotið ef við tölum þess að vorstaði sko Stokkelsbrotið er náttúrulega æðislegt sko Var aldrei, því að svo ég fari nú aðeins tilbaka hérna þegar þú tókst þér á Kjarrá var aldrei neitt svona kerkja að þú væri Norðurá maður í sveitinni Ég upplýði aldrei sko Nei, því að nú sko, þetta er ekki mikið á yfirborðinu en það er alltaf svona smá metingur Þetta er alltaf Valur Káar svolítið sko Þetta er svolítið Valur Káar sko Já, það er svolítið þannig sko þannig, hérna. Nei, aldrei sko en þú bauðst sko, ekki Norðurá til dæmis, það var ekki kannski hægt Jú, ég meina við bara kursum að gera það ekki veist, og við erum á frábærum staði í Borgarfirðinum og ég óska bara þeim velfarnaði með Norðuruna og Rabbi og Binni munu gera þetta vel og Norður er endislega og alltaf eina minnum upp á alls saman við veist Norður er algjörlega dásanlega sko. En fyrsta fluga voru það er Rungi í Kjarrá Já, ég mætti byrja síðan ekstra þá myndi ég vilja byrja í Runga í Kjarrá Það er gott val ef það er sko sæmilegt vorvatt svona Já, svona skeitið sönri sko Já, algjörlega Freyr Frosta sagði mér, hann var svo heppinn að draga gullið þarna eitt vorið ég held að hann tekið 12 stólags eða 10 að 12 í röð hann var sentil maður í veiði sko og gekk vel þetta þessi komu ætti tók held í aðra 7 held að þessi morgun ætti að við gefið 25 2 ára fiskar sko þetta er náttúrulega ekstrím vakt sko en þetta á að vera svona 57 lagsa maður er alltaf ekstrím vaktir bara í fallu og vorvatni þetta er bara svona 100 metra bara svona þetta er algjörð gull sko Já, má jafnvel alveg reyma á þetta litla tvíendur sko Já, ekkert mál, já, það má gera það alveg geggja sko En mér langar að spyrja þig hérna Ingo þú er náttúrulega veitt víðar enn á Íslandi og bara mjög víða en því að við vorum að tala að vera svona einhver leyndarhjúpur yfir Kjarrá alltaf í Noregi það er nú svona eitthvað sem ekki allir fá að snerta á þó þeir eigi nú nóga seðlum og allir að vilja gera það skiptir engum alveg hvað mikið pening Nei, hvernig þú hefur náttúrulega einhvern veginn dreigið það strá að fá að kasta þar hvernig gerist svo leiðis og hvernig upplifum var þetta? Veistu hvað, þetta er eina góða við COVID Já, gott svar Þetta er það, því að þessar sko 3 vikur síðasta vikan í júni er syndikatvika 1 fyrsta vikan í júli og önnur vikan í júli þetta er 21 dagur sem þessi brettar eiga í þessu syndikati og þetta er náttúrulega mjög merkileg saga sko og alltaf er ekina mjög skemmtilegan hátt hún svona það eru 3 vikur í höndunum á þessum aðalum sem eiga þetta syndikat membership en öll hinn veiðin er engungu fyrir íbúa alltaf og það er bara dreigið í þessu lotteri og þá heldur við borgið bara 10 skall fyrir nóttina sko Já. Og en við megum ekki keppið sko Nei, þú þarf bara að vera með heimilisfang þarna í þessu héraði eða eitthvað svoleiðis. Örgulega allir sem horfa hana þáttuna munu fyrir að fá svo kæristu núna í alltaf til þess þannig að það er eitthvað svoleiðis leiði til þess kannski. Maður þurfti bara að stopna svona eitthvað skúffufyrirtæki, við getum skráð adressu þarna, verið með póstkassa eitthvað. Þannig eins og þessar 3 vikur eru settar upp, þá eru semst 10 stangir í hverju viku og membershipi kostar að ég held að sé $400,000 eða $500,000. En þú getur ekki keypt hann allir hinnir í hópnum. Samþykki við. Já. Og það var 2 membership skiptum hendur í held ég á 30 árum. Þannig ég vissi náttúrulega að þetta væri vonlega sko. Og þau erfast bara þessi membership. Já, menn ást. Og þeir eru ekkert að, menn geta komið hann og bóðið gullakar annars kóðast og þeir eru ekkert að selja hverjum sem þetta sko.
en svo kemur COVID og ég segi þetta er það eina sem kom gott út úr COVID og þannig að allir þessir members þeir get ekki ferðast og þá kom tækifærið og við stökkum á það og gátum gert það 2 ára. Hvernig var þetta? Því ég hef séð myndirnar og allt þetta. Þetta er algjörlega unbelievable sko. Þetta er náttúrulega bara það er ekkert sem að jafnast á við þetta sko, sem ég hef nokt með að prófa þetta er náttúrulega flottasta laxveiði á jörðinni sko. Þeir eru þarna í Steinfoss og þessum frægu stöðum. Reyndar við veitum einhverjum þegar hún er sko Steinfossin var ekki inni við erum að veiða semst neðstarsvæðið í semst 16 skiptingu þannig að þetta eru 6 nætur og það þú ert semst með þinn bát og þetta er ekki langur veiðtími þú byrjar 8 kvöld og svo er veitt til 12 svo kemur dýrasti lunch í heimi þegar það sest niður og kveikt á í sprekkjunu og hittaða pulsur og svona og maður þarf að kunna njóta það sko þú hefur bara 8 tíma og það fer svona góðu klukktími það sko, það er svona 40 mínútur sko og bara á meðan rennu bara á hann og svo fer það aftur út í klukkan svona kortið fyrir 1 og veið til 4 morgun og það er búið þannig að veið hvert svæði einu sinni. Og þetta er allt svona nætur veiði, er það bara út að hita eða hvað? Það kemur tvennt til sko, fyrir það fyrsta er það þetta er náttúrulega á 72 norður það er mikið byrta en það er raunverulega að sagja svo að þegar að Bretarnir voru þegar að Duke of Roxborough kemur á 17. öld bara sem landkönnuður eiginlega sko og þeir finna þessar norsku perlur sko og og þá er þessi nætuveið og hún kemur til að því að bændurnir sem voru þá ræðarar voru bara hei á daginn. Þeir voru að vinna á daginn bara. Já. Þannig þetta er eiginlega bara svona menningalegt atriði. Það byrjaði þannig sko. Já. Og en svo segjaði mér sko að því þetta er svo norðarlega, sérstaklega svona sumar sólstöðu þegar svona sólin er svona hátt á lofti. Þú ætlar að veiða þarna meðan nótt og það er bara sólin er bara beint fyrir ofan sko. Og en ég verði alveg ekki þetta tók alveg tögarna sko því að fyrra árið að það er ekki dreigið, þú bara farið bara svona allocated rotation að það fæ ég besta hilin í áni á fyrstu vakt. Menn sperrtir? Ég vissi að það voru bara 8 tímar. Þetta var skotið þitt? Og og við erum saman ég og Dísa kona mín á stöng og ég var náðu ekki svona fyrstu kostum að hann bara svona svolítið svona bara Ingo, bara get a grip sko. Já. Og þarna voru einhver alltaf svona board members og menn með okkur svona og auðvitað vissi allir Wildlife Fund og það sem við vorum að gera og okkar starf og svona og ákváð því en svo svona eftir svona var svona náður hrollunum úr sér og speikostin fór að vera betri og svo fór þetta svona rúla vel sko og þessi nótt tókum við lönduð við 5 lagsugin á Dísa sem er mín mesta og fallegasta veiðumæfina og það var frá 23-4 pundum upp í 36 pund og Dísa tók 36 pundur hann í lokin. Auðvitað. Og það er eitthvað við konur og stóra fiskar sko, það er hafa eitthvað ótrúlega það er bara slakar en við sko. Er það ekki bara? Jú, og sérstaklega út komin á svona sko þetta var það myndi ekki strökk, hún var bara pollróleg. Hún alltaf kannski bara var ekki alveg átt að sá því þú veist hvaða tækifæri um í höndunum sko. Fyrir mig er þetta alltaf bara svona once in a lifetime. Bara once in a lifetime og ég kannski ekki sem er aldrei enga aftur sko. Nei, sást ekkit fyrir að komast ára eftir? Nei, ég meina þetta ef ekki komið til COVID þá það maður aldrei geta gert þetta. Þannig þetta er ævintýri heimur og svo fór ég aftur í sumar og við félagarnir og þá voru við saman Snöngi og Davíð og þú getur sér það sko og sem er alltaf ég er alltaf gaman að skemmtilegast að veiða með veiðfélag sko. Já. Og ég fekk sumari 20 og sumari 20 og þá fekk ég held ég fengist þess eitthvað 13-14 kíló lax. En svo var ég svolítið heppinn í sumari, ég fekk 2 minni stærstu laxa 14,5 og 17 kíló. Shit, 17 kíló, þetta er 40 pundari sko í lipsum sko. Og við erum að byrja ég og Davíð og hann tók fyrstu bunu og ég tók aðra bunu og það er ekkert mikið að laxa í áni lengur sko, með því að vera algjörlega onnit alla vikuna þá áttu bara góður og kannski að taka maximum 2 lax á nóttu sko. Þegar gætin að segja það er bara svona 15-20% eftir sko. Já. Alltaf fyrir hún er allir betrektur með þessum kvíum og þessu ógið sko. Og
Þannig ég spurði sko hérna Trond gæti minn hann sagði þessi vika sem þið verið að veiða fyrir 20 árum síðan var ég að gæta bara svona lala veiðamenn þeir lönduðu 29 Já. og þetta fallegar og svona mikið en það lagsni bara konar válista í Nóri En sko 20 ár, þetta ekki það gerir svo hratt Ég vil ekki meina að ég sé gamall maður sko en þannig ég bara mæti upp í Kjarrá þetta ekki lengri tími en það sko þetta bara að gerast hratt sko en allavega svo að veiðisögunni svona svo að maður segir frá þessum stærsta lagsi Já, endilega hérna, að Davíð tekur næstu bunn og svo þú veist hvernig maður sittur á bakkanum og svona hvað á ég að bjóða honu því að gætandi vildi ekki sleppa okkur hérna úr Halldór Húlen eins og þessi hilur heitur og hérna rosa falleg breiða og ég var alltaf búin að biðja alla vini mín að nýta flugur og Bjarni Róbert búin að nýta svona eitthvað alveg geggjaða Skated Sunrays Monkey hári svona spes sem Bjarni gaf mér sko ég segi Bjarni náttúrulega besti flugur í heimi sko ég segi það, Bjarni, það er bara þannig og hérna þetta er svona djókumætlega Bjarni sko ég er búin að kalla það í 30 ár og hérna Já, hann er náttúrulega einn af okkar albestu flugnýturum stórkostlegur nýtari og hérna Bjarni hýtti fyrir mig nokkar útgáfur að hérna þessum Skated Sunray og þið þekki þetta Washerwoman sko að fá svona steady speed og Tarkvið var búin að við erum alltaf Tarkvið tók algjörlega svona kennsla á hvernig við ætlum að veða þetta og hann sagði kastið bara svolítið skver jafnvel aðeins upstream, smá belly og svo bara steady speedin hátti bara með hann alveg keislu yfir og þetta er svo aggressífi laxar svo bara allt í hérna bara kemur þessi 17 metra regna, hún kom bara fljúandi upp á vatninu 17 kíló regna og neldan og þetta er minn stærsti laxa yfir by far Þetta er svakalegt á þessa flugu og með þessa tökku sko þetta er bara svona the perfect moment sko og það kom í ljós og hún var að hrygna í 3. sinn sem var alveg magnað Ég tóku þér hreistur eða eitthvað leir Nei þess höfum bara gætinu svo þau sjáðu dopputan og bara næstu þessu sjóbyrtingur og hann sagði þetta er bara þegar hún er þetta doppbót sko og þá var þetta third time spawner þannig að þetta eru mikilvægastu laxættin í áni sko Gekkja Það er satt magnað með þessa ég sá einhverja hann Frötin var að tala með það nú er ég með hann að risa Sunray hérna gaf hann að geta sínt hann en þú veist, við erum alltaf einhvern veginn íslíkarnir að kasta svo, þú veist, að sína laxinu fluguna svona sko þeir kasta svo mikið að sína hliðina á flugunu sko, þannig að hún sé, það er belli í línunni og hvernig fluguna berast þessi fiskinu, þeir eru alveg í öðrum pælingum eitthvað. Já, þetta er rosa mikið skver og stuttkost. Já, ok. Þetta er stóra og bara stuttkost, kannski 15 metra kost og kastar á laxinn, ekki kasta yfir hann, bara á hann. Og ég myndi segja helmingurinn á tökunum voru bara svona, þeir bara fljúu upp á vatn sko. Ég myndi spurði einhvern tímann Árna Baldum þetta sko hvernig það myndi veiða þú veist eins og blöndu og annað hann talaði um þetta þú veist bara kasta og menda ég vel inn skilur niður það er bara downstream end og svo bara keyrir hana þetta er eitthvað sem við Íslíkar gerum bara ótrúlega lítið af sko þetta svínverkar ég sá Erik gerði upp í með svona long tail monkey flug í Þveróni ég held að hann kom með 13 laxinn á vatni sko það er svona góða ári sko já en hvert nú er ekki COVID þannig að þú ert valla að fara í alltaf í sumar nei það verður ekki ár það verður ekki ár en hvert á að fara að veiða í sumar Ingo? Hvað er á að fróa fíkninni? Við erum að fara að byrja í Spein núna góður hópur já. Á Andili 25. apríl æðislegt það er geggjað og svo og svo vorum við svo heppin að fá opnunardagana í Lærdal í Noregi þannig að við erum að fara til Noregs góður hópur í sumar og hún er semst lokuð fyrir laxveiði út af sjókvíaldi en það verður klakveiðar í 4 daga á 16. þannig að við förum þangað 19. júní og það verður svona það verður eitthvað veisla já, það getur svolítið gaman og þetta er dásanlega sko þannig að við erum að fara þetta góður hópur og verðum þar í 4 daga þannig að það er svona stóri túrin í ár En er hún bara komin í þannig gjörgæslega það er bara ekki verið að veiða þannig en bara á einhverjum, þú veist hvað maður segja tilhörna veið með að vísta veðum fórsendum Þetta er bara allt annað í Noregi það sem að þeir bara sem sagt ígildi hafróð þar sko þeir bara koma og taka átnar út og ef þeir telja að vera konar á þann stað að það séu ekki lengur hægt að réttlæta stanguðið þá er bara lokað einhlega Ég mani við eftir eins og 2019 þegar við stóðum í mesta vassleysinu og fiskleysinu þá voru þeir bara með allt lokað í Noregi bara út að hita og vassleysi Ingo, við erum búin að spjalla hérna heilengi ekkert að því að
Þetta er nú veiðitengd mál sem þú ert að svara símanum yfir. Já, þetta er bara svona alltaf eitthvað í gangi, sko. Já. En hvar vorum við? Vorum við hérna... Við vorum að tala hvað allar að veiði sumar. Þú varst komin í Lærdalinn og... Það er Lærdalinn, sko, sem er náttúrulega... Það er náttúrulega bara svona trip of a lifetime, sko. Þannig að sérst áan er lokuð... Hún verður bara veitt í 4 daga í sumar. Og við vorum bara svo heppin að fá það slott. Og allur svo lag sem verður veitt þar, hann fer bara beint í klag. Ég er að hjálpa henni. Og svo er svona bara hefðbundi túrir hérna heima. Ég ætla að vera bara mikið í soginu. Já, auðvitað. Ég ætla bara að veiða mest í soginu. Svo ég fer alltaf í Norður á hverju ári. Ég ætla að veiða þar í 3 daga og svo þetta kjarra og eitthvað aðeins í blöndu og þverá í opnun og svona. Sko. Þessi rúndur svona. Þetta er svona rúndurinn. Já. Heyrðu, bara svo fellur alltaf eitthvað til. Jú, og svo Sandá. Ég hef aldrei veitt hann áður. Geggjað. Ég var þangað 17. ágúst, þannig að það eru 2 svona nafntogarar á Íslandi sem ég hef ekki veitt og það er Sandá og Laxá í Dölum, þannig að það er gaman að eitthvað eftir. Maður á alltaf eitthvað eftir í þessari veiði. Alltaf eitthvað eftir, já. Heyrðu, þetta er góð lokaorðing og takk að kella fyrir að koma henni í Hillin. Já, takk fyrir að taka mótið mér og takk fyrir gott spjall. Við minnum á Patreon-aðgang Hillsins, patreon.com/Hillurinn, en það reynum við að vera duglegir að sitja inn veiðitengt efni í hverju viku og það fer nú svona heldur að verða meira djúsi núna þegar Árna fara að opna og við félagarnir komumst í okkar veiðiferðir. Þannig ætlum við að vera duglegir að sína frá því inn á Patreon. En þeir sem að keypt hafa sér velgjörðamanns áskrift inn á Patreon eru Ásgeir Þór Kristinsson, Heiðar Bergmann, Jón Þór Júlíusson, Hilmar Þór Sigurjónsson, Ólafur Finnbogason, Bjarki Bóasson, Brynjar Ágúst Snædal Agnarsson, Karl Björnsson, Haraldur Orri Björnsson Langsteik, Ármann Kristjánsson, aðalspóndi á Jarlstöðum í Aðaldal, Tóbías Sveinbjörnsson, Jóhann Freyr, Jón Magnús Guðmundsson Bleikja, Marvin Þrastason, Jón Þór Tryggvason, Jón Þorsteinsson, Óskar Örn Óskarsson, Hrafn H. Hauksson og Stefán Sölvi Pétursson. Þakka ykkur kærlega fyrir.